Oh my god. Hæ, ég heiti Stefán, þetta er podcastið mitt, það heitir Ekkert að þakka og ég er með nýjan mikrofónstatíf, þannig að það er allt í ólagi. Í podcastinu þá fæ ég gest og við tölum vikun hans og síðan leysi ég eitt vandamál og síðan má hann spyrja mig hverju sem er en ber enginn skylda til. Og gesturinn minn er Árni Helgason. Hæ. Hæ. Tæknivinnslan er upp á 10, ég ætla nú bara að fá hrósa þér. Já, það ekki. Þú líka, ef ég má skjótin, sko, ég náttúrulega var með hlaðvarplengi og var einhvern veginn sjálfskipaður tæknimaður þar, sko. Já. Og ég vil hrósa þér inn í byrjun fyrir meðan þú sko taka, það var smá vesen, sko. Já. Tókst mjög vel á því. Já, takk. Rólegur. Helstu mér upp á spjalla með. Já. Mjög smúð, sko. Þetta er svona smá kunst líka, sko. Já. Ég vann sko sem tæknimaður í leikhúsi í nokkur ár og ég var aldrei neitt sérstaklega góður í því. Þannig að það er lærði ég the gift of the gap á meðan, sko. Já. Þóttist vita hvað ég var að gera til þess að halda leikstjórunum góðum og svona spjalla á meðan. Heyrðu, hvað gerður þú síðasta fimmtudag? Síðasta fimmtudag, já, sko ég nefnilega, þú varst búin að segja mér að þú ætlaðir aðeins að rifja upp vikuna. Já. Og ég nefnilega sko hef átt alveg, það hafi verið mikið í gangi, sko. Já. Kannski ef ég má byrja aðeins aftar með þess að náttúrulega sko byrja þetta með því að ég var kallarinn á þing daginn. Alveg rétt. Ég sem sagt er varaþingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn og áttu að vera annar varaþingmaður en Bjarni tók upp á því að hætta. Já. Það riðist upp og núna fyrsti varaþingmaður og kallarinn núna, það er nú kannski 2 vikur síðan. Með hve miklum fyrirvara varstu kallaðarinn? Já, það var nefnilega skemmtilegt, sko. Ég var svona, mér fannst líka, ég hef aldrei gert þetta áður, sko. Já. Mér fannst svolítið gaman að, þú veist, hvernig er ferlið á þinginu, þú veist, er þetta alveg ógeðslega pottþétt? Ég er mjög forvitin. Eða er þetta smá íslenskt? Já. og svarið er þetta svona eiginlega bæði. Ok. Þú veist, þetta er svona casual í bara einhverjum svona messenger þræði, sko, ertu klár? Messenger? Já, þú veist, bara frá, sko, þingflokknum í sjálfu sér, sko. Ok. Og svo alveg, já, þú veist, ég kom að það var einhver mánudagsmorgun og það er alveg, þú veist, búið að senda mér einhvern tölvupost og eitthvað svona, en svo kom ég og, þú veist, þá allavega sem þekkti mig enginn og ég fekk eitthvað vitlaust spjald og eitthvað svona vafrað eitthvað þarna og eitthvað, svona fallegt, sko, líka. Já, bara eins og hver annar dagur á nýjum vinnustað er veru. Þetta er svolítið þannig, þetta er smá eitthvað að vera nýji krakkin í skólanum og þú veist, einhvern veginn, þú veist, allir vilja til að hjálpa þér en þú veist, það tók þig beint enginn að sér, sko. Sem er bara, þú veist, sem er bara skemmtilegt, sko. Já. Og svo er alveg svona, ég náttúrulega hef alveg haft smá, sko, sögu í þessari byggingu. Ég var bæði, þetta var Helgi Bernhardsson, pabbi minn var skrifstofustjóri Alþingis og vann þarna í, þú veist, 40 eitthvað mörg ár alltaf sína starfsæfi. Ég alltaf var, eða þú veist, ég svona þekkit alveg og svo var ég að vinna fyrir þingflokk Sjálfstæðisflokksins fyrir því herrans ári eða í kringum hrunið. Já, þú varst í kringum hrunið? Já, ég byrjaði þess að 2007 þegar allt lék í lindi og fór út 2009 þegar allt var bara sviðin jörð eftir kallinn. Já, það er eftir kallinn. Já, þetta varst allt saman þú. Já, þú veist, mér er bara tímabært að stíga fram kannski og taka þetta á kassan, sko. Wow, exclusive. Já, exclusive. Og það ekki vona á þessu. Þannig að þú lætur af sem varaformaður sem starfsmaður þingflokksins eftir kostningarnar. Já, 2009. Já. Þetta voru, þú veist, náttúrulega alveg rosalegir tímar og eitthvað svona, sko, og kannski voru einhver leiti svolítið sagnfræði í dag, þetta hrun, en samt einhvern veginn svona lifir þetta allt í fólki ennþá. Ég var 14 eða 15 ára þegar hrunur, 15 ára, og einmitt þetta situr svakalega í mér, sko, þetta er bara svona, ég held að börnin mín verðandi og vonandi munu vera þreytt á að heyra sögur af hruninu, sko. Já, einmitt. Ég nefnilega sko á dóttur sem er fædd 2008 og afmæli í dag er að vera 17, þetta líður tíminn, sko. Til hamingju með hana. Takk fyrir það og það er þetta skemmt, það er náttúrulega er hrunið eingöngu sagnfræðilegur viðburður, sko. Einmitt. Og ég er svona, þú veist, var einhvern tíðan að segja frá sem þetta mjög leðilegt, svo allt í núna er hún komin í, þú veist, menntaskóla og þá svona, þú var eitthvað, veist eitthvað um þetta? Já, vá, einmitt. Það er eitthvað smá, en þú veist, svo ég kannski haldið mér á trakki þá ég hafði alveg eitthvað komið hann inn og svona, en þetta er búið að breytast ótrúlega mikið, þinghúsinu, það komin þessi nýja bygging og þetta er svona og mjög, þú veist, töff þegar maður kemur inn, sko, að þú veist, þá ferðu inn í einhvern svona klefa eða svona, og þú veist, lappar inn og lokast hurð eftir þér
þú ert inn í honum í smá stund á meðan öryggisvörðurinn aðtúa hvort þú sért það eitthvað að skanna þig og tjekka þig og eitthvað svona og svo líða svona nokkar sekúndur þá opnast fremri hurðin og smá svona futuristic en svo var líka eitthvað svona þú veist, tók alveg svona tíma þetta ekki gott ef þú flýta þér eða ég glemdi tölvunni það bara það hefur sinn gang og það sama bara fyrir, þú veist, forsætisráðherra stoppar hún heldur en svo náttúrulega líka þetta smá Ísland, svo líka eitthvað svona bakkurðin eitthvað svona hún ekki svona það alltaf svona, þú veist, við erum svona þannig þetta allt mjög bró, en svo svona líka eins að verður að vera það heiðarlegt við viljum þetta sé pró en þetta þarf að vera smá dýll í þessu líka við erum bara 400.000 nákvæmlega ég man ekki, ég var að tala um það áðan að það er ekki hægt að vera það vísin einhverja bóka einhvern uppistandar, ég manna það ekki þú getur ekki verið frægur í landi sem telur minna en Orhus, minn en íbúafjölda Orhus og mér finnst það eiga við margt á Íslandi ég er samt ekki einn af þeim sem segir að ráðherrar eiga ekki að hafa bílstjóra það þarf að vera smá að vera standard sko og ég held þú veist að það væri yrði fljótt svolítið vandræðilegt einhvern veginn að þú veist ef ráðherran alltaf eitthvað ráðherran aðeins seinna hann ekki stæði eitthvað þú veist þetta yrði svona við myndum fljótt sakna hluta sko ef við færum að breyta þessu sko absolutt þannig að það þarf að vera svona einhver þetta er eitthvað jafnvægi sko þetta er eitthvað jafnvægi en við viljum alveg líka þú veist svona þetta bara ég man einhvern tíðan sko ég var að vinna einhvern tíðan á Morgunblaðinu sem fyrir það er nú sko 25 ár síðan og hátt í það og þá var einhvern tíðan látin sko skrifum hið skemmtilega og klassíska íslenska deilumál hvalveiðar og ég hringdi eitthvað og það endaði eitthvað á því það var eitthvað svona ofmat hjá einhverju fréttastjóra hann lét mig bara eitthvað, hringdu bara út þeir Bandaríkjamenn voru eitthvað tjásum þetta þú veist, þeir eru mótfallnir í íslensku hvalveiðum sem er svolítið fyndin ástæðu svo veiða þeir í gegnum þessar sko frumbyggja byggðir held ég þetta heiti þeir veiða hvali líka þeir eru með þess að frekar stórtækir í því sko en það er eitthvað svona út af einhverjum historical reasons og þeir líti ekki mynda það sem sínar eigin hvalveiðar sko. En allavega, ég var eitthvað þannig að þeir mótmæla alltaf þegar Ísland var eitthvað að gera í þessu og allir góð með þannig að ég var eitthvað svona látin hringja bara út bara í bandaríska stjórnkerfið það var eitthvað svo ég fattaði að það var eitthvað mikið bíó sko ég byrjaði bara og fekk eitthvað númer og hringdi og þú veist þetta er náttúrulega ekki Ísland sko það er ekki bara eitthvað ég sá hann ráðan hann er að hoppa í hátu það var bara eitthvað ég var bara í klukkutíma bara að vinna með upp úr sko bara fyrsta lagin og annað mögulega og mjög langt í að ná í einhvern gaur og endan náði ég að vísu eitthvað svona starfsmann eins og hann las upp bara fyrir mig yfirlýsinguna sko og ég var alltaf eitthvað en þú veist eitthvað segð mér hans frá þessu og það no sir sem er líka svona ólíkt hér sko því að þú náttúrulega nærð fólki svo oft á spjall sko ég er svo veikur og ég hlusta á alla pólitísku umræðu þætti á Íslandi fyrir utan sjónvarslausa 50 dagar endar af því að slags síðan þarf að vera aðeins of og ég myndi heldur ekki hlusta á samfélkingavarpið eða hvað það heitir en maður heyrir að í öllum sem þáttum að það virðist vera mjög auðvelt að fá fólk svona on background einhvern veginn, þú veist, það er bara sjarminn einhvern veginn, partur af þessu sko, við erum svona alveg þú veist, við svona alveg höfum gaman að spjalla og það er einhvern veginn líka alltaf þessi taug á milli okkar sko, sem ég held að hafa alveg svona þú veist, mér finnst maður alveg finna það stundum í bara þú veist að ganga frá einhverjum málum við ekki bara einhverjum ráðningamálum eða út að segja einhverjum upp eða út að gera einhvern samning eða út að efna eitthvað sem tengist þér það er eitthvað svona smá ekstra leigir í þessu sko, almennt vilja Íslendingar geta klára mál þannig að þú veist, þú getur hitt viðkomandi aftur í hagkaup sem þú munt gera eftir viku bara í mestalagi þú veist og það er eitthvað svona að því að þú veist það er eitthvað svona smá þorpsfílingur í þessu sko sem ég ekki vissum í þú veist kannski að við tökum Bandaríkin aftur dæmið það er ekki eins og svo stórt land held ég þú veist þá er þetta öðruvísi það er þetta svona þú veist að miklu meiri þú kannski hittir einhverja manneskju að gera eitthvað skonar viðskipti eða samninga eitthvað viðkomandi sko og þannig að líkur þannig að þú munt aldrei hitta hann aftur þú veist ekkert eitthvað rekast á hana tilviljun eða þú veist erum við bara saman í stjórn góðsins þú hittir fólk aldrei þetta sé ekki svona smá vörn fyrir þessari polariseringu sem er bara svona góður punktur innbyggð í þorpið af því að þú veist ég held að það besta sem hefur gerst fyrir Íslands samfélag allavega sko, og þá meina ég mig er að Elon Musk keypti Twitter og ég let mig þaðan af hverfa
Fórstu á ertu á Blue Sky eða því? Nei, ég vann sem samfélagsmiðlafulltrúi í 1 ár og eftir það bara ég með svo mikið óþol fyrir samfélagsmiðlum að ég geri eins lítið og ég mögulega kemst upp með. Þú veist, maður þarf Facebook, ég ofta að auglýsa viðbrigði þannig en ég gerir mitt allra best alltaf að vera ekki að skoða þetta bara, þú veist ég líka hlust á podcast sem heitir Offline og er með nokkrum svona Obama stafferum það sem eru mikið að tala bara hvað þetta er allt saman brenglað, þú veist, hvað þetta fokkar upp hausnum hans og ég komið því líka óbeitt fyrir. Já, þetta er nefnilega svo, þetta er náttúrulega þú veist, bara magnað dæmi og mér hefur umlega fundist með þetta, þú veist, við höfum svona síðustu árum, við minnstu svolítið að vera svona inn í einhverjum stormi í samfélaginu sem við kannski höfum ekki alveg skilið en tökum mjög mikið þátt í og ég veit ekki hvort að, þú veist, við sem að einhvern veginn að nálgast þennan punkt núna, svona við erum fann að fatta að þú veist, einhver kemur og kommentar hjá þér og kallar þig, þú veist, asna og rasista eða woke hyski eða eitthvað þú veist, ég veit þú hefur eitthvað svona urge að svara og fórna öllum deginum þínum í þetta og alltaf koma þér tilfinningur uppnám og það er alveg skiljanlegt en hugsaðu bara það, þú veist, að þetta gerist ef þú ætlar að taka mjög langan tíma af lífið þínu í þetta þú veist, þetta það er eitthvað, þú veist, þetta er svona eitthvað eins og að reykja Já, 100% Ein drefur þig ekki það er eitthvað svona hugsun held ég að byrja að detta inn Já, ég náttúrulega var alveg svakalega leiðilegur á Twitter oft og þú veist, það var líka COVID þar sem maður var bara einhvern veginn Já, COVID, var ekki COVID svona pínu að magnet einhvern veginn upp líka það finnst mér voru allir við skjáin þú veist, og við náttúrulega líka fórum ekki COVID þá einhvern veginn þú veist, svo margt í gangi ekki, þú veist, það er Me Too-byltingin í dálítið miklum krafti heima þú veist, það eru mér finnst þarna alveg við erum að fara að stikna loftslagsumræðan hún var alveg á, þú veist, að sé að gera lítur loftslagsmálu, þegar þetta var orðið bara, þú veist, þú hreyfir bílinn ertu svín, það var einhvern veginn í hámarki líka, og það sem er líka svo óheppilegt við það þú veist, ég er alveg sammála mér finnst við vera róast sem samfélag úr þessu, en það urðu til einhverja svona fylkingar eða hvað sem maður myndi vilja kalla það sem að þú veist, einhvern veginn svona þú veist sem að algoritmin held ég að bara ítt undir það sem að var þú veist eitthvað svona ok, þú segist vera efins ágæti þessara sóttvarnaðgerða þú ert fáviti og síðan þeir pusha þá í einhvern veginn svona eitthvað þú veist, og þetta gerist ómeðvitað, maður þetta var bara svona ok, býtu, þau eru að kalla mig fávita þessi er ekki að því og já, hann er að segja svolítið áhugavert Me Too, þú veist, bara svona væg radicalization að eiga sér stað sem að, þú veist, úr því verður kannski þessi skrýtni dilkadráttur þar sem að einhvern veginn svona ég upplifði þetta einmitt svolítið þess að segja og svo og COVID er alveg klárlega svolítið faktor í þess að því að þá kemur líka náttúrulega kannski óhjákvæmilega í einhverju leyti allavega á þeim tíma mikil krafa svona hlýðni svona top-down hlýðni það bara þú veist, nú þurfa bara allir að vera með grímu og við höfum eiginlega ekki tolerans fyrir einhverjum svona misturum sem alltaf er eitthvað cute og sniður og eitthvað láta reyna á tjáningafrelsið og eitthvað og þetta er pússað aldrei hart og ég held að þú veist, og fólk lét þetta svolítið yfir sig ganga og kannski þú veist, alveg meirluti fólk bara fannst það bara allt í góðu og bara, þú veist, keypti alveg pælinguna en þú veist, svona sérstaklega leið og COVID einhvern veginn kláraðist þá byrjar náttúrulega rosaleg svona eins og ég sé þetta, þú veist, bara á Twitternum og samfélagsmiðlum þá fer svona hægrið einhvern veginn að vakna eða svona einhvern veginn segja nýja hægrið þú veist, þegar ég einhvern veginn byrjaði að var eitthvað mest að pæla í stjórnmálum sem ungum var svona hægri og vinstri var bara eitthvað svona, þú veist hann er svo mörður eitthvað þeir voru ekki með sjónvarsþátt einu svona sem þeir rifust bara og eitthvað þetta var eitthvað, ég meina, viltu eitthvað svona læri skatta og meira peppa atvinnulíf, ertu meira eitthvað í velferðinni og hugsa alltaf eitthvað, en þú veist þetta er náttúrulega orðin miklu meira einhver menningar ás í dag og þú veist og svo skrítin mörguleiti mjög skrítin og ekki mjög koherent eða þú veist svona samkvæmi sjálfum sér en mjög svona einhvern veginn upp úr þessu eftir að svona COVID kláraðist þá einhvern veginn
fer hægrið svolítið á flug, skilur, fer einhvern veginn allt í að og það verði eitthvað svona svolítið straumhvörf í þessu, sko, sem maður hafa alveg eitthvað svona pólitísk áhrif líka, sko. Mér finnst þetta eins og í þessu podcast space fyrir utan heimildina, þú veist, það enginn sem ég myndi kalla svona, þú veist, vinstri sinnaður hlaðvarp stjórnandi, þú veist, það bara kannski verið að fara fram hjá mér, ég veit það ekki, en og byrja hans, ég þarf að gera eitt. Já. Ok. Já, og talandi það, sko, einmitt þess að já, þetta skal segja. Nei, bara geggjað. Já, þú veist, það svona sem maður myndi, þú veist, þegar ég byrja eitthvað að spá í pólitík sem unglingur, það sem maður myndi, þú veist, kalla, þú veist, það einhvern veginn svona bardaga svona hugtæki tjáningafrelsi til dæmis. Þetta hefur farið einhvern veginn í svo marga skrýtna hringi að mínu mati, þú veist, það eru svona alls konar einhver svona, það sem ég vildi segja þú veist, einhvern veginn svona hugmyndin einhvern svona siðferðislegan fullkomleika færðist einhvern veginn frá hægri til vinstri frá 10. áratugnum til 2020, eitthvað þannig. Þannig að þú veist, það einhver svona, ég hata þetta orðið í pólitískur umræðin, þú veist, það verður einhver svona rétttrúnaður vinstramegin sem svo skrítinn sem var, þú veist, hjá religious right í Bandaríkjunum og einhvern veginn svona meiri afsláttur gefinn af einhvers konar saurlífi hjá nýja hægrin. Saurlífi. Já, nei, þetta ógeðslega merkilegt og svo náttúrulega kannski líka með þessi, sko, að allt í einu hægrið hefur náttúrulega svona mjög sögulega og almennt síðan verið svona, hægrið íhald og hægrið establishment og hægrið svona, þú veist, svolítið til varna kannski. Já. En það eru líka svolítið svona skipt í því. Já. Og allt í einu var svona vinstri meira einhvern veginn farið að svona, fannst manni að verja kerfið. Já, stjórna dagskránni og verja kerfið og eitthvað svona. Og og hægrið einhvern veginn fyrir að koma svona meira utanfrá og svona fær kannski, sem oft alveg góð stað að vera í, sko. Þú veist, þú færst svona allt í einu einhvern veginn aðeins að tjáði meira og það, þú veist, anything, svona, alls konar hlutir látni flakka og svona. Og þetta ótrúlega áhugaverið tímar og svona, minnst þetta við ekki alveg búin að lendi í þessu öllu, sko. Nei. Og svo náttúrulega annar þráður í öllu þessu samfélagsmiðla dóti, sko, sem að ég alltaf þegar maður fer að segja ég hef nú sagt það lengi en það var svona einhver tilfinning sem maður hafði alveg mjög fljótlega í þessu, sem að þú veist að það eru náttúrulega, ég meina, það eru náttúrulega stjarnfræðilegir peningar í þessu. Já. Og þetta náttúrulega bara að taka þetta allt saman yfir og ég meina það náttúrulega svo augljóst áttast á hagsmununum af því fyrir þessi fyrirtæki að hafa okkur í sem mestri virkni á þessum miðlum, það mjög beinir fjárhagslegir hagsmunir af því. Og svo sér maður líka, þú veist, þessir peningar sem að verða til í þessu, ég meina, þeir fara ekki í eitthvað tómarúm, skilur. Þeir eru náttúrulega búa til rosalega svona, auðkýfinga á einhverja stétt, sko. Já. Og Brolygarchs, skemmt það eitthvað hugtak sem ég sá, en þú veist, en náttúrulega Elon Musk svo sem síðan, þú veist, tekur kannski svolítið keflið í þeim hópi og þú veist, sýnir manni svolítið hvað, þú veist, ég meina þessi kaupans á Twitter og þessi svona rubbing shoulders með Trump, sko, sýnir manni náttúrulega hvað þetta ótrúlega áhrifamikið og svo fer maður alltaf að velta fyrir sér, sko, þú veist, ok, hver Musk og hver Zuckerberg og hver á Google og eitthvað og ég meina, þú veist, þessi fyrirtæki eru náttúrulega meira og minna með alveg ótrúlega mikla hagsmuni í öllu öðru líka, skilur við. Ég meina, þú veist, Musk augljóslega í gegnum Tesla og game-programmið sitt og alls konar, þú veist, og ég meina, Google að búa til endalaust af vörum og þú veist, þetta er að verða svo skrítið, þetta er að verða svo mikilvægt tæki, sko, skilur við. Einmitt. Það fara að geta haft einhvern fingur á því alls staðar heiminn, þú veist, að leyfa þessum að halda Twitter-reikningum sínum opnum. Já. Þannig er þetta eitthvað fyrir úkisli töðarnar á stjórnvöldum í þessu landi, sko. Já. Eitthvað, þú veist, ég veit það ekki. Og prinsipin í þessu eru svona dálítið á reiki. Þú veist, þetta er alveg sömu, þú veist, Zuckerberg og þeir sem áttu Twitter náttúrulega koma því sem að mér að mér, sko, fannst mjög skrítið, sem var þessi svona einhver ritskoðun, einhver svona
aktívismi hvað var sagt sóttvarnir og eitthvað svona sko. Og sem að mér finnst ekki gott, svo einhvern veginn búið að henda þeirri stefnu og það kom einhver svolítið allt önnur stefna sem núna bara að má segja allt sko, það bara sama hversu bara ógeðslegt það eða niðrandi garð eitthvað fólk sko. Og þetta er svolítið prinsipulaust líka, þetta er svona svolítið bara veður áfram sko. Þannig að þetta algjört skrýmsli sem sko. Þetta akkurat það sem að við úr listaháskólanum tölum þegar við tölum að kapitalismin sé eitur. Það ekki einhver sem að stofnar fataverslun og síðan aðra eða hvað það það einhvern bara svona þegar kapitalið sjálft einhvern veginn að fóðra sjálft sig. Já, þetta er þetta fyrsta setningin bara í listaháskólanum? Já. Maður þarf að segja þetta á inntökuprófum. Já, segja þetta á inntökuprófum. Herjá, þannig að þú ert í forstofu Alþingis. Já, ég komist ekki áfram með vikunum. Nei, en þetta var bara, þetta var skemmtilegt dæmi og maður eins og ég segi, þetta er svona smá kaotískt en smá formlegt og svona svolítið hátíðlegt líka sem svolítið skemmtilegt. Og svona hefðir, maður látin undirrita drengskaparheit sem svona mjög eitthvað, og gera þenn í þingsalnum og fyrir framan alltaf. Já, horfa allir á þig, fórsetin svona, nú mun hann undirrita drengskaparheit og maður allir að horfa, það eru skrítin antök, Varstu með eitthvað svona spari undirskrift fyrir það? Já, maður alltaf reyna að vanda sig, en í senn vera líka fljótur, ég var mér það ekki þægilegt, ég veit ekki alveg hvernig við komum út, svo var það bara tekið frá mér, en ég hef ekki alveg séð þetta. Og svo jómfrúaræða sem maður flyttur. Já, það alltaf á? Það er svona, ég held ég reyndir að varaþingmenn komin að leyfa þeim að spreyta sig eitthvað. Það er einhver reynsla og svo klárast það og þá kom allir og óskar til hamingju og þetta var svona skemmtilegar hefðir í þessu Hvað helstu jómfrúaræða? Ég held jómfrúaræða, maður fær 2 mínútur Já, þetta eru 2 heilar. 2 heilar. Wow. Þannig að ég ákvað að nota tækifæri var að, ég var eitthvað að ræða þessar hagræðingatillögur ríkisstjórnarinnar. Já. Og segja það væri mikilvægt fyrir bara held ég stjórnmálin og ég held að það sé reyndar bara eitthvað sem var að luka mann að ræða bara með þess að þetta er oft svona alltaf einhverja hagræðingu að tekur ekki sjálf að einhvern veginn fyrst í gegn líka og svona það sem kannski þér nálægt þannig ég var að segja hvort það var ekki komið tíma á að styrkja umhverfi stjórnmálaflokka væri tekið til skoðunar. Já. Og eins náttúrulega líka sem líka heilmikil umræða sem bara fjölmiðlarnir því að sem ég var kannski aðeins að vísi þar að fjölmiðlar og stjórnmál eru náttúrulega einhvern veginn svo þetta eru svo nátengt fyrirbæri og svona fyndið að horfa yfir til þingsalinn hvað allir margir að hafi þingreynslu skilur eða einhverja pólitíska reynslu og svo einhvern veginn öfugt margir hætti í pólitík og fari í fjölmiðla og svona og það er einhvern veginn þegar maður leggur þetta allt saman þetta er svo, við erum með RÚV sem er alveg rosalega rís á markanum og á auglýsingamarkanum og allt þetta og svo einhvern veginn til að kompensata það þá var ekki að taka RÚV heldur einhvern veginn að fara að láta alla einkarekna fjölmiðla fá rekstrarstyrki sem að vísu kannski einhverjar svakalega fjárhæðir en þetta er orðið ríkið er að halda rosalega mikið upp í bæði pólitísku starfi og fjölmiðlun. Já, og það getur vel orðið vafasamt. Já, það var náttúrulega menn kannski vöknuð aðeins við vondan draum þegar formaður Sigurjón Þórðarsson bara alltaf að fara að stróka mokkan út fyrir einhverja slæmu umfjöllun og allt þetta og kannski fáir sem eru vísu svo kannski fylltæðslausir að segja þetta bara beint út en maður hugsa líka, ég meina að bakvið allar ákvarðanir ykkur og eitthvað, ég held að svo það sé sagt held ég sjálf flestir sem reyna að gera þetta af heilum hug og heilindum en þetta er svona bara, ef maður bara tekur skrefið alveg tilbaka bara svona þetta samlífi einhvern veginn þetta er svona svolítið merkilegt Ég er með alveg radical hugmynd til að leysa stöðu sjálfstæðra fjölmiðla halda RÚV á auglýsingamarkaði en láta allar auglýsingatekjur RÚV í einhvern svona pott sem er skipt til einkareknu fjölmiðlana og þetta hljómar auðvitað eins og ég sé ekki að leysa nein vandamál en það sem ég sé í þessu er að ef að ég á fyrirtæki og er að auglýsa fyrir skaupið og síðan losnar þann pening þá er ég ekki að fara að auglýsa fyrir gulla byggir eða eitthvað í staðinn bara setja þeim meira út úr landi og já þá halda fjármunum í landi ekki vera með hennan sértaka spara smá úr ríkissjóði
bara ég veit að þetta mjög vinstri sinni og svona kerfisleg nei, þú veist, en bara ég held sér bara samt líka einhvern svona smá tíma að þú veist bara hugsa þetta svolítið bara, einmitt, upp á nýtt sko. Og maður líka, þú veist, oft svona er góður mælikvarði á þetta bara, við værum að koma alveg að bara, við ætlum að skilgreina fjölmiðlun á Íslandi bara og þú veist, hún hefur ekki verið til við myndum að ekki einhvern veginn enda með þetta system sko. Þú veist, þetta er svona alveg klassískt dæmi svona, þú veist, til að laga eitt þá gerum við eitthvað annað skrítið og svona, útkoma verður mjög sérstök og þú veist, allavega, punkturinn var í ræðinni var að, þú veist, ekki undanskilja okkur sjálf í þessu eða svona þetta eru náttúrulega tvær stéttir sem eru sko óstjórnlega uppteknar að sjálfu sér stjórnmálamenn og fjölmiðlamenn og allt það, þannig að þú veist ekki undanskilja það og náttúrulega þú veist þú er líka oft gott að hafa bak veira þú veist bara þú veist auðvitað er rekstur fjölmiðla erfiður og viðkvæmur og allt það en þú veist svo hugsa maður líka stundum sko þetta er rekstur bara almennt erfiður skilur við. Það er enda mjög góð punktur. Og það er svona maður má passa sig að fólki sem einhver hjón sem reka verkstæði eitthvað staðar skilur við það er enginn að fara að gefa þeim neina peninga sko skilur við þú veist við mögum ekki alveg maður passa svona að það sé ekki einhver búbla sko. Það er mjög góð punktur. Þannig að já þetta var tveggja minna ræða og og svona þannig að nei, þetta var skemmtilega vika sko, bara gaman að koma inn og svona að drekja sér væpið sko. Varstu á þingi alla þessa viku? Já, þetta voru eiginlega 4 þingdagar sko. Þannig að og skilja það rétt að það er kaka á hverjum degi? Já, það er alveg svakalegt mötuneyti þarna sko. Já, maður hefur heyrt það. Já, það er annars vegar mötuneyti sko þarna í smiðjunni, þar fara allir. Já. Og það er bara, þú veist, svona klassíst skiluru ísa á mánudögum og kótilettur og þá kom allir, þú veist. Þetta er draumur allra sjálfstæðsstarfandi á mötuneyti. Já, þetta er bara eitthvað, þú veist, þetta hefur eitthvað sjarma og fólk er svona eitthvað, þú veist, við að tilla okkur saman og eitthvað, þetta er svona sósíal, skiluru. Já. Og og svona smá eitthvað meeting place og svo er sko, en svo er sem þarna bara út frá þingsalnum er líka annað mötun eða sem það sem þú getur farið í þar er kakan sko. Já og það er kaka á hverjum degi? Já allavega þessar dagar sem ég var alltaf kaka og þetta er samt sko þú veist kannski löngu umræða aðeins að þetta inn í sal aðeins út já fá sér smá sigur pumpukaffi þú veist áfram kaka eitthvað það er eitthvað sjálfmið við þetta sko. Já Býtu það eru langir dagar á Alþingi á miðvikudögum, eða ekki? Jú, sko þetta var, lengstu dagar alltaf þegar ég var á 50 deginum, síðasta daginn sko, svo er nefndardagar eitthvað inn á milli og þetta er svona eitthvað bara alls konar sko, en þetta var alveg þetta var alveg, þú veist, það var mjög gaman allavega að þvælast þarna eitthvað í nokkra daga og svona aðeins að fá að kynnast þessu betur sko. Þú varst í, hvað, 5. sæti? Já, ég var í 7. Já. Myndirðu vilja vera þingmaður? Bara svona heldur þetta sé umhverfið sem þú myndir njóta þenni? Já, það er góð spurning sko, því að þegar ég tók þetta sko, þá var mér búið þess að kostningar það komið svo hratt, það var bara eitthvað prókjur toppsætin sko, og hitt var í raun og veru bara fólk í boðið sko, og þá tók ég við þessu og þá var búið sem 7. sæti og þá var sjálfstæðisflokkurinn með eitthvað svona 12% og þetta var bara eitthvað, ok, þetta verður eitthvað frekar þægilegt sko. Og þá hugsaði ég þannig, svo einhvern veginn bara jóksnáðans fylgið og svo einhvern veginn hætti Bjarni og það rótirast þannig þetta er orðið miklu meir aktúelt heldur en að ég hélt sko. Já, það er nóg að einhver segja af sér eða bara Já, nú er ég bara, þú veist, ekki vera með mig í stiga eða skilur, þú veist, ég bara er þú veist, ég er komið þangað sko, en nei, þú veist, þetta er já, ég var örugglega bara gaman sko, ég bara myndi einhvern veginn taka á því þar að kemur, svo er hitt sko að, þú veist, að verandi varaþingmaður svo fólk kynnist nú raunveruleika varaþingmanna. Ég er mjög spenntur. Já, mjög mikil sambúð með þessu. Nei, þú veist, en þá ertu alveg í kuldanum. Þetta er svona, sem öðru segja út í sveitarstjórn sko, sem að, þú veist, varabæjarfulltrúar og borgarfulltrúar, þeir eru í nefndum og þeir eru einhvern veginn svolítið í kringum þetta. En þetta er náttúrulega svo, þú veist, það er mikið þú veist, þetta eru bara þingmennirnir. Já, þú ert bara inn eða át. Já, þú ert bara inn eða úti, sko. Og þannig að maður einhvern veginn bara er í sínu verkefnum og sínu stússi, sko. Já. Og svo bara þarf það, vera einhvern veginn klári að leggja það frá þér ef kallið kemur, sko. Einmitt, já, það er alveg frekar sjúk pæling að vera bara... Já, svona einhvern hátt, sko. Þú veit að maður mátt gefa það frá þér, sko. Já. Það færist eitthvað niðar, en þú veist, það væri alveg, ég held ef að það tækifæri kæmi, þá myndi ég nú alveg svona, held ég slá til, sko. Já. Þetta er alveg, mér finnst þetta spennandi, sko. Það er eitthvað sem að þér þykir vera meira spennandi en lögfræðin?
Já, lögmennskan er spennandi. Ég er náttúrulega svo bara, þú veist, maður er svo úgeðslega miðaldra, sko, ég meina, ég er bara að vera lögmaður núna í bara 20 ár. Já. Og mér finnst ég bara búin að vera í svona 4-5 ár og þetta er svo fyndið, sko. En hérna, þannig að þú veist, já, mér finnst mjög gaman að vera í lögmennsku, sko, og skemmtilegt og svona þetta er svona mannlegra starf en hérna kannski einhverju myndi halda, sko. Og hérna, þú veist, þannig að það er skemmtilegt og þú veist, við vinnum mikið með fólki og málin er ólík, skilur, og þú ferð svolítið inn í og þetta er náttúrulega mikil ábyrgð líka, þú veist, það er oft með fólk í höndunum sem er kannski, þú veist, það fer gegnum svona einu svona efinni. En maður er eitthvað alla daga bara í einhverju svona skilmingum, sko. Já, akkurat. Þannig að þetta er alveg, það er, þú veist, eitthvað starf sem er mjög, þú veist, mér alltaf finnst það skemmtilegt, en þú veist, þetta er alveg svona líðandi dæmi líka, sko. Já. Mér finnst að aðstandandi minn fekk krabbamein, við töluðum með 2 krabbameinslækna. Annar þeirra virtist einmitt vera mjög meðvitaður að þetta er eina skiptið sem þessi aðili fær krabbamein og hinn var svolítið bara eitthvað, næsti. Þetta er mjög svona delikat, eða skilur við svona, þetta er mjög fínt. Já. Af því að auðvitað sem getur maður heldur væntanlega ekki tekið allt bara inn á sig. Það er hinn punkturinn, og þegar maður byrjar mjög metnaðarfullur í þessu, sko, þá er maður svona þá tilhneigingu, sko. Maður gera allt fyrir alla og bara alveg þjónusta fólk í drep, sko. Og hérna, það er oft ekki, þú veist, það er náttúrulega bara leiðin í eitthvað áhugt vegg, sko, því að þú veist, þetta er bara svo, getur verið svo erfitt náttúrulega og getur verið sárt ef illa fer og eitthvað svona, skilur. Og ég kannist nú margir sem er í, þú veist, þetta við lögum líka bara í húsið svona öll svona, þú veist, læknar, hjúkrunarfræðingar, bara félagsráðgjafar eða skilur við bara svona fólk sem er með Pislahöfundar. Þú kemur fram í hvern pistil eins og hans í sérstakur. Já. Nei, þú veist, þetta er svona einhvern veginn þessi mikla tengingu fólk sem að, en mér finnst hún, þú veist, skemmtileg og svona, þannig að hérna en auðvitað er þetta líka eitthvað, þú veist, það gera bara eitthvað samning og eitthvað. Já. Þú veist, himinn og jörð, þó að eitthvað. Já, þótt að eitt orð sé vitlaust. Já, nei, þú veist, þannig að þetta er bara, þetta er svona, þetta er heilmikil pæling, sko. Herri, já, hvað gerur þú svo? Já, hvað gerur þú næst? Herri, svo nefnilega, sko, hérna, kláraðist Þingvikan, sko. Þá var það, hérna, beint í einhverja löngu planaða golfferð til Bandaríkjanna. Já. Sem er náttúrulega mjög miðaldra maður í útfæðilegt, sko, setjum alveg það salta á þetta strax og svo náttúrulega sést að það fari í febrúar líka. Já, hvert í Bandaríkjunum? Við fórum til Norður Karólínu. Og hérna, því ég myndi vera hlustendur þáttarins séu miklu golfarar. Meir og minna hérna, að þá er þetta svæði sem heitir Pinehurst og er mjög frægt svona golfsvæði, bara verið golfaðar síðan 1890 eða eitthvað. Og hérna að mjög, þú veist, svona merkilegur staður og við vorum heldur heppni, sko, það lá allt í einhverju snjóbíl bara vikunni áður en við einhvern veginn duttum inn í eitthvað, þannig að það er náðum alveg að spila þarna, þetta er mjög svona, þetta er svona flottir vellir og eitthvað og er svona geggja svæði líka sem er svona skemmtilegt við þetta, þú veist, þetta er eitthvað svona byggst upp yfir langan tíma, eitthvað svona amerísk velmegun, mikið svona, þetta er eitthvað svona hús, sko, má kalla á, þú veist, við værum með sumarbústaðin okkar þarna, þetta er eitthvað svona 700 fermetra mannsjón, sko, og maður bara, þú veist, stundu þegar maður þurfti annars að líta upp úr golfsveiflunni, sko, það bara, maður, þú veist, bara virða þetta fyrir sér, þetta er bara svona magnað. Bara hvað kaninn er, hann er svo stór í sníðum og allt snirtilegt, skilur. Eða þú veist, maður finnur það, þú veist, þú get með 600 fermetra hérna húsið þitt í hérna Pinehurst eitthvað í ólestri. Ég glemt að, þú veist, mála í þeirra eitthvað. Það var úrslega mennið þess að það var allt upp á 10 og þú veist, allir búin að flagga og þetta er svona, það er eitthvað, þú veist, hann er svo, þú veist. Það er einhver svona, það er einhver metnaður hann, sko. Það er mótiveraður. Já, einmitt. Þetta er, sko, ekki vera svo yfir sinni. Nei. Og með hverjum varstu í Ameríku? Ég var með bara hana 7 félögum mínum, sko. 7? Já, 8 manna hópur, sko. Þannig að fórum bara og spilum og það var bara, þú veist, þetta var bara svona golf buddies, skilur. Mér finnst árangur að koma 8 manns saman til útlanda. Já, það útteimti yfirlagningu, sko. En hérna, þetta gekk fyrir það vel, sko. Vel gert. Já, ég vísu, sko, ég náttúrulega tók hérna smá fjöri, sko, immigration, að hérna, drifum okkur á borði og hérna, og einhverju voru nú búin að fá sér svona aðeins í vélinni og eitthvað og maður svona,
maður var einhverju meðvirknin ekki allir góðir og eitthvað, fattaði ég það var alltaf allir góðir og svo fattaði ég þegar ég var komin að checkpointunum að þá hafði ég gleymt passanum mínu náttúrulega bara í vélni og tek eitthvað svona sem ég ekkert eitthvað svona held ég ógeðslega vel síðan á bandarískum flugvöllum eitthvað svona Íslending eitthvað fer tilbaka og það er að komast inn í vél bara sir bara og eitthvað og ég var látið setjast niður og þeir gerir þetta einhvern veginn svona take a seat sir og það hlýðir þú veist gjörsamlega upp á 10 þá er það í lagi sko en það út með eitthvað smá eitthvað svona smá espingur í þér sko þá fer það illa í það þannig ég svona bara lasi þetta þannig ég bara verður rólegur sko svo skilaði þetta sinna og þú veist þetta tóku disk eitthvað svona gömul eða svona eldri kona fór eitthvað röltið að maður fann þetta fyrir mig og eitthvað svona þetta slapp allt til sko Hvar var pass? Varstu að geyma hann í vasanum? Já ég hafði sett hann í þarna sætisvasan, óskiljanleg vitleysa sko. Já, mjög skrítið. Já, ég bara, þú veist, maður ekki bara komið lengra en þetta. Sko, mér langar að segja eitt, hófi mín ákvað einhvern tímann fyrir mörgum árum að hún skildi alltaf bera ábyrgð á pössunum okkar. Og ég sagði oft við hana þá, ég get nú bara borðið ábyrgð mínu einu passa og hún sagði, nei, mér finnst það betra að hafa þetta svona. Og núna er ég ófær að bera ábyrgð mínu með einu passa af því að það eru svona 6 ár sem ég þurfti að gera það síðast. Þannig ég komin í þetta, Hófi, hvað er passi minn? Já, það er búið einhvern veginn, þú lærðir aldrei að veiða, þú ert bara já, ég lærði að veiða og síðan var veiðstöngin tekin af mér í 6 ár. Það er mjög gott. Þetta er stundum svona hjá konu minni sko og ég er svona stundum, þú veist, hún er þá með sko 5, að við höfum 3 börn sko, 5 vegabréf. Já. Ég sendi stundum á hana þegar svona fréttir svona mannsalsteimi ríkislögreglustjóra hann tók eitthvað og með alla, það var alltaf sko einkennið er alltaf ef einhver einn með alltaf passana eitthvað svona yfir vondamaðurinn er með allir vegabréf en svo er það gott þegar ég allavega komst þannig í gegn og svona svolítið byður og eitthvað og svo eru þeir með eitt sem er alltaf maður bara, wow sko það kom einhver gæi og það var bara röðin tilfæriðist og það var sérst, hann var veteran og þá er tekið sko thank you for your service sir og bara flugbraut í gegn og hvernig ég sá ekki einu sinni, ég veit ekki hvort það var bara eitthvað sko hassreikjandi dunkur sko bara að ljúsu skilur eða eitthvað eða þú veist, ég sá hann nefnilega eða þú veist, kannski er eitthvað, ég bara sá það kannski er eitthvað svona, þú veist barmerkið eða eitthvað en hann allavega, hann var ekki reyndur neitt og rauk í gegn þetta er náttúrulega eitthvað, þú veist, þetta er eitthvað líka sem maður bara er alveg, það, ég meina sama hvað manni finnst ég held að það sé samfélagi holdt að vera með einhvern svona að vera með svona mikla þetta er eitthvað gildi einhver gildi, og þetta er ekki valdhafi skilurðu, þú veist, þetta er einhver svona lotning fyrir mannesku sem að á ekkert á þig, skilurðu, eða þú veist einmitt, og þetta er eitthvað svona svo er þetta náttúrulega líka eitthvað sko, einmitt fallegt, þú veist, þú tókst það inn á þjónustu fyrir landið og þú laði lífið jafnvel í hættu, eitthvað svona, eða þú settir ykkur þannig aðstæður og við kunnum að meta það og við ætlum að sýna þér það bara daglega og svona, þetta er eitthvað fallegt og svo náttúrulega líka annað sem maður hefur verið að því að þú veist, öll þessi furðuleg heit og uppákomur og allt sem er bara eitthvað nýtt á dag hjá Trump sko. Það er eitt sem maður er síðan að átta sig á sko, sem er það náttúrulega, þú veist, að þeir spilut allt inn þannig að þeir eru ískaldir eitthvað í að hjálpa Zelenski eða það má skilja það, þeir alltaf ekki að styðja hann endilega lengur nema gegn einhvern samningum og eitthvað svona og þá alltaf náttúrulega rennur upp fyrir fólki sko, já, þú veist, Bandaríkin náttúrulega hafa eiginlega tekið alveg bölkið af þessu sko, Evrópa vissulega eitthvað líka en þú veist, maður svona fattar og svo var líka þegar þeir tóku USAID sko og bara, það er bara allt eitthvað glatað og þá er hvernig reksjónu alltaf í nöfnum sem mér fannst svolítið fréttir að Bandaríkjamenn bara standundir bara lang mesta framlag bara allra ríkja í heiminum í þróunaraðstoð. Þetta kom mér nefnilega mjög mikið óvart. Já, ég held þetta væri eitthvað svona, þú veist, það væri eitthvað svona Frakkland eða eitthvað. Og er mikið rætt þetta eitthvað og menn alveg í eitthvað, þú veist, eitthvað, eða Svíþjóð eitthvað svona. Nei, bara kaninn alveg bara ónar þetta líka. Ég held að Baldur Þórhallsson hafi sagt 50% af allir þróunaraðstoð. Já, þetta er bara eitthvað rosalega, bara það, hann ætlar að skala þetta eitthvað, mér skilst það kannski ekki alveg að kötta þetta allt út en skala þetta eitthvað heldur hressilega niður og það er bara, það er gríðara, þú veist, það er bara eitthvað, já, vassprogrammið, þú veist, þetta er bara eitthvað svona dót, þetta er bara svona fólk sem er bara, skilur, munar mikið þetta og þetta er svona, fyndið þannig að, þú veist, hvað sem við höfum náttúrulega
þú veist, erum oft með þessi gleru og við erum alltaf gagnrýnin á Bandaríkin, Evrópa mjög gagnrýnin á Bandaríkin og við svolítið kannski líka, en maður svona gleymir í stundum þannig að eru líka, þú veist, svona þegar á reynir þá þetta einhvern veginn stóri pabbi, sko, sem kemur og tekur á málum, sko. Sko, aftur úr lista, sko, mér finnst það hræðilegt að vera allt í einu orðin einhver svona Pax Americana sinni. Þetta náttúrulega glæra 2 í listan, sko. Hlýtur að vera. Já, við lærum cultural hegemony og en já, þú veist, af því að ég, sko, fyrir 7 mánuðum var ég eitthvað tjöfullin kaninn alltaf með að vasast í öllu og síðan eitthvað ekki hægt að vasast það vasar hérna sem að þarf að Já, það er góða punktur hvað þetta svona fyndlið þegar á reyni þetta svona, ég veit ekki þetta getur verið eitthvað líking í einhverju svona fjölskyldu sko að það er svona eins og einhver stór þú veist, svona eldri frændi sko sem svona búin að halda öllu við og öllu uppi sko en hann er ekkert sérstaklega vel þokkaður kannski og svo svona þegar hann allar eitthvað að púlla allt tilbaka þá kannski finnur fólk það loksins sko en hérna þetta er merkinni, en mér fannst þetta svona þetta er eitthvað sem mann er sjálfur svolítið framandi sko en maður fór að velta við sig hvort að þú veist ættu við að vera með, þetta væri náttúrulega myndi aldrei ganga á Íslandi held ég, svona upphafin svona virðing, fólki þætti þetta vandræðalegt sko en það væri kannski, þú veist, ég veit ekki hvað björgunarsveitirnar getur staðið undir þessu eða eitthvað? Já, það væri helst björgunarsveitirnar. Ég væri alveg til í að stíga úr línu, þú veist, nefnum mig líki mjög mikið á. Nei, en svona einhverjum aðstæðum, svona, já, það er björgunarsveitarmaður hérna, takk fyrir þína þjónustu. Einhver björgun, sko, ég held að fyrir mig þá þyrfti hann klárlega að vera í búning þannig ég að hugsa, já, ég að flýta honum fyrir að komast í útkall. Já. Þannig að ég er svona by association að bjarga lífi hérna. Nei, mér fannst þetta alveg hérna magna sko, þannig að þú veist, þetta er svona og ég bara, þú veist, ég ekki þú veist, þetta var bara í annað, þriðja skipt sem þetta Bandaríkjanna bara á ævi minni sko, þannig að ég á þetta land svolítið inni og mér finnst þetta bara einhvern veginn svona, hættir ekki að koma hana óvart sko. Ég hef ekki farið, mér langar mikið, þannig að, já, kannski svona, vonandi lifir Broadway Trump af því hlýtur nú að vera eitthvað en kannski það allt saman bara einhver ekki ekki með einhverju svona alltaf, það svona gammal draumur hjá okkur hófi að fara á einhverju svona Broadway og uppistandsferð Já, þetta er náttúrulega geggjað dæmi sko geggjað dæmi, já, herru, en svo við höldum árum vikuna þá, já, það var golfað og svo skal ég segja, heim og beint á landsfund Já Það sem að þú lendir í slag við mann úr Já, það voru nefasamlokur alveg hægri vinstri milli fylkinga Mér fannst eitthvað, ég verð að segja mér fannst eitthvað samt við, það kom eitthvað frétt þetta Já og þá talaðu við að báða það var eitthvað svona smá fallegt við hvernig það kláruðu þetta Rosa íslenskt bara Já, eitthvað slóðust og svo eitthvað, það er allt í góðu og ég fór og kemði þá nýja skýrt sem við hann svona gott töts líka sko. Já, einmitt Kemði nýja skýrt og já, þú veist, fólk hefur slegist á ásatíðum fyrirtækja og kýlt framkvæmdastjóra í mark og... Já, einmitt, já, ég veit hvað það vísir það. Það var alls konar gerst. Kom mögulega því mála sem lögmaður, en þú veist, það hefur einmitt gerst og mér er svona fallegt sko líka að við getum, þú veist, alveg leist mála, bara svona okkar á millans að þú veist, það þarf ekki, þó ég er ekki að lítið á því, en þú veist, það þarf ekki alltaf teimi sko, skilur og einhverja sáttamiðlun og eitthvað skilur þetta er já, bara akkurat á þeirri línu sem við tala áðan þeir eru bara meðvitaðar og held sér oftast er að eitthvað svona kastast í kekka á milli fólki að þeir munu þurfa að hittast og þessi tveir virkir í starfi sjálfstæðisflokksins Já, þetta var gott sko en öðru leyti, ég held nú að þú veist, þetta var algjört einstæðni það var kannski hljóma þess að menn væru bara alveg brjálaðir en ég held að þetta hafi nú verið þetta fór frekar svona civil fram sko Fjölmiðlar eru mjög spenntir fyrir einhverjum svona þeir hefðu helst viljað að formaður sjálfstæðisflokksins þeir eru valin bara með slægi milli þessara ein leiðin það er bara fylkingarnar bara myndu bara virkilega bara write it out sko Heyrðu, þú leggur það til eftir á Nei, en þetta var svona já, en þú veist, þetta er náttúrulega
þetta náttúrulega ótrúlega samkoma sko, 2000 manns og það var held ég, þú veist, það verið 4000 eitthvað eða hátt í það sem sóttu sko, rosalega aðsókn. Þú veist í kjörbréfanefnd? Já, ég var að segja, svona alltaf þetta sko mikið, þú veist, það er mikið hringt og bara eins og gengur og fólk við gæmdegla sínum frambjóðanda og eitthvað og ég náði ég var settur í einhverja kjörbréfanefnd sem átti einhvern að fara yfir hvort að þú veist, væri til löglega kjörtin á fundin og svoleiðis og þá svona gat ég hendið yfir mig smá svona skikju að ég gæti náttúrulega ekki, sjálfsög ekki tekið mikla afstöðu sem ég fannst bara fínt því að ég hafði bara svo mikið, eða þú veist, ég enda nálgast það bara eitthvað þannig, ég hafði bara svona mikið álita á báðum frambjóðunum sko. Og bara þær eru ólíkar en þú veist, bara báða frambærilega sko, en það var svona ágætis bara svona ég get ekki tjá mig þetta er magnað og eins og segja svona einhvern veginn samkunda sem að þú veist, hefur þessa eiginleika að hann tekur í lifir fréttir og allt svona þegar hann er í gangi sko. Já, ég horfði á ræður þeirra beggja, ég fattaði ekki að Snorri myndi vera með ræðu hefði viljað horfa á hvernig ég nefnilega mistaði hann líka, ég las bara fréttinu upp úr henni sko. En þú þarf náttúrulega að taka hann og gefa okkur svona vandaða listaháskóla greiningu á því þetta var alltaf einhvers konar þú veist, hann er náttúrulega ef ég reyna að skilja hann sko, er náttúrulega með einhvers konar svona, þetta er eitthvað spúf eða ádeila sagðist alltaf að þetta ráða með það er svolítið góða búin að ráða Björgólf Thor sem fjármálaráðherra góð kynning sko og eitthvað svona og væri hrifinn á Trump sko þannig að það er verið svona parodíu hægri maður náttúrulega eitthvað svoleiðis sko alltaf það ekki og eitthvað er þá þeind úr sko en svo er þetta alveg svona spurning líka sko ég veit alveg svona maður voru að hugsi sko á hann að fá að halda ræðum sem er augljóslega eitthvað að trolla en það var einhvern veginn leift sko ég er ekki sjálfstæðismaður en mér þykir að sína svona ákveðin styrk að leyfa að hleypa parodíu af og ég held að menna að mér sem verið frekar sivul undir þessu sko, það var ekki mikil eitthvað framíkvöldu eða eitthvað sko en líka kannski alltaf gamla góða reglan að þú veist, væntanlega hefði gjörningurinn tekist ef það væri þannig sko ef einhver bara hraustlegur maður á Suðurlandinu á landkrúsir hefði bara mætt upp og gefið honum eina samloku sko en þú veist, það var alveg eitthvað í þessu sko en þetta er svona svolítið svona svo ég sé þetta í breskum stjórnmálum þú veist það er alltaf svona einmenningskjördæmi og það var alltaf sýnt frá sko lesið upp niðurstaðan í Essex eða eitthvað og alltaf ég maður alltaf þegar maður fylgist með þessu þú veist þá kannski forsætisráðherra Tony Blair eða eitthvað Boris Johnson eða eitthvað og við hliðin á honum bara einhver þú veist gæði trúðabúning eða þú veist það var alltaf þó nokkuð af þessu sko og bara nokkri djókerar með þessu sko og það var alveg þú veist það er eitthvað respekt líka í að bara Blair bara eða þú veist einhver bara forsætisráðherrann bara er bara þú fyrir eitthvað þú veist það er svo fáránlega staða eitthvað drengilega keppni en á landsfundi sko hann byrjar á föstudegi og klukkan hann er á morgun eða ekki fólk er að fá sér frí úr vinnu það er prógram í morgun en það er svona kannski þú veist ekki segja einhver skildumæting sko það er einhver málefnastarf í gangi og eitthvað svona og svo var náttúrulega bara einhver, þú veist, Bjarni Ben með sína kveðjuræðu, sko. Hún var svolítið löng, eða ekki? Þetta var klukkari, sko. Þetta var klukkari, stinnur, sko. Var hann á blaði, eða? Mér fannst að hann var svona... Hann var með punta, kannski. Já, svona stjórnmálastílinn, svona, hún er ekki blaðlaus. Hann var með settlista. Settlista, vel orðað, Nei, hann með ánum þetta revi upp, sko, ég var í einhverju podcast að tala um þetta sko, þetta er svo, ég man þegar hann vinnur sko, verður formaður 2009 og kannski pólitíkin var líka öðruvísi þá, þú veist, það var ekki þessi krafum að stjórnmálamenn eigi bara geta nánast verið bara on record allan tíman og sagt eitthvað mjög meaningful sko og eitthvað en þú veist, ég man alveg hann var þegar hann byrjaði sko alveg svona fýtræðumadur en svolítið svona, þú veist, skilur hann vildi lesa ræður og svolítið og svo er þetta svona gaman hvað það svona svo kemur þetta hjá fólki sko þú veist og skilur fólk verður einhvern veginn öruggara og það var svona þetta mjög ábyrjandi þú veist þetta er svona bara leið vel eða kannski ekki mikið pressa og allt það þannig að og svo er bara svo heldur þetta einhvern veginn ára svo laugardagurinn er svona eitthvað meira því sama og
Og það bara málefnastarf og þú bara skipt í hópa? Já, þetta eitthvað nefndir og eitthvað svona og svo hann eitthvað hófumkvöldið og svo kosningin á sunnudeginum, sko. Já, ég sá að það voru einhverjar kenningar að stuðningsmenn hafa verið timbraðir til að mæta það. Já, það náttúrulega eitthvað, það gefið, sko, þetta 11:30. Já. En þú ert alveg svona tíma, sko, að taka inn í bílastæðafaktorinn, sko. Já. Og þú veist, einhverjir hafa kannski brunnið inni, sko, ekki lagt í þetta. Já. Og þú veist, þetta verður svo grátlegt, sko, þegar þetta munar svona litlu. Já, þú veist, þetta þú er mjög fljótur að tella í kollinum bara einhverja 20-30 nöfn sem þú veist að byrja sko. Byggu í Vestmannaeyjum með að þú sást í hvað stendur kvöldið áður. Já, eitthvað einmitt. Ekki bestur á mótnana eitthvað. Þetta úrst að fyndi hvað það sín á endan að ræðst af litlu, sko. Já. En nei, þú veist, þetta var bara mögnuð kosning, sko. Og þetta þú veist, það þetta partí þarna á laugardagskvöldinu og síðan væntanlega einhver partí í gangi á föstudeginum, bara svona fólk. Ok, ég heyri mjög marga segja að þetta sé mögnuð samkoma og merkileg samkoma. Já. En síðan málefnastarf í gangi föstudag gaman. Já. Já, sko, þetta góð spurning, þetta svona, þú veist, þetta ég veit ekki, þetta svo stórt einhvern veginn, ég veit ekki, þú ert einhvern veginn að lýsa þessu, þetta svolítið svona, þú veist, já, það gaman í partíunum, það gaman, sko, en bara, þú veist, fundurinn sjálfur, gaman það. Gaman að vera kannski 8 tíma á dag í... Já, ég myndi ekki nota það orð. Nei. Ok. Nei, en kannski ekki heldur að segja leiðilegt, en þú veist, þú átt náttúrulega að gefa þér, sko, hafandi nefnt að sækjum og vera landsfundarfulltrúi og allt þetta, þú ert með eitthvað touchbase-að pólitíkina. Já. Þú veist, hvort þú sért eitthvað, bara í einhverju fullu starfi í því, eða þú ert með eitthvað, þú veist, einhverju félagi eða eitthvað. Já. Þannig að þú veist, þetta einhver litur þínu áhugasviði, sko. Já. En þú veist, þetta svona mjög svona formfastur flokk. Já, einmitt. Ég held að þetta sé upp til að hópa svolítið fólk sem fílar það. Einmitt. Eða svona, þú veist, ekki þetta, ég kannski að draga upp einhverja slæma mynda fólki, þú veist, þetta bara svona, þetta bara fólk sem þannig. Íhaldi fær að njóta sín. Já, íhaldstaugin er sterkt þarna. Og þú veist, auðvitað síðan svo sér maður alveg, þú veist, ég ekkit endilega fylgist maður þess alltaf að vera alveg eitthvað kaþólskt, sko, en þú veist, maður sér að þú veist, það þráttur alltaf þetta líka einhver styrkur að það sé svona frekar mikið system á hlutunum. Já. Versus, sko, svona það sér maður líka, þú veist, hinn hliðin á peningnum náttúrulega bara, þú veist, það minn flokkar þar sem kannski 1-2 manneskjur eiginlega bara ráða ferðinni, sko. Emmett. Og þú veist, og það þú veist, þá þetta að taka mjög snöggar ákvarðanir og það mjög skýrt hvert stefnt, sko. Já. En þetta eru svona kostur og gallar og en þú veist, þetta samt einhvern veginn við þetta, sko, sem eitthvað svona sjarmerandi, þú ert bara innan allt þetta fólk og það geta hver sem tekið til máls, skilur, getur þetta áhrif á stefnuna eða spurja einhverja valdamenn eða eitthvað, þú veist, þetta svona, þú veist, það svona mikið lagt upp úr einhvern veginn að þú veist, það sé allt svona í stellingum. Já. Og þú veist, þetta eru kostur og gallar, skilur. Absolutt. En þetta náttúrulega búið að vera, þú veist, það náttúrulega verið svo áhugavert, finnst mér pólitíkin núna frá hrunni, að þú veist, við náttúrulega förum úr því, ég held að ég sé munaður rétt, ég var eitthvað skoðum daginn, allavega kosningunum 2013, þá fara flokkar í frambúði úr því að vera aldrei 6 eða 7 upp í 15. Þeir voru 15? Já. Og það svolítið mikið. Já, það og þeir hafa haldist, þeir hafa ekki alveg svo margir aftur, en þú veist, þeir hafa haldist í 10-12. Já. Og það náttúrulega spilar eitthvað inn í, eflaust hefur áhrif náttúrulega, þú getur núna komist í þessi framlög, skiluru, fyrir þú sett með sérstaklega stóran flokk. Já. Og það eru miklu auðveldara að reka stjórnmálaflokk. Þú veist, í sjálfu sér þarf bara eina sprautu sem að, þú veist, kannski með skrifstofu og podcast og góður á miðlunum og þú veist, ég meina, ein svona típa bara fer mjög langt með að rífa upp flokk. Já, og hún heitir Inga Sæland. Hún heitir Inga Sæland, eða Gunnar Smári, eða, þú veist, Jón Gnarr, eða eitthvað, skilur, þetta er svona verið svolítið svona tími þessara spútningar, sko, skilur, og þannig að þú veist, það hefur alveg verið en þessu náttúrulega fylgja líka alveg, þú veist, þetta eru kostur og gallar í þessu öllu, sko. Já. Og og þú veist, maður séð, ég menn eins og, ég man bara, minnst alltaf svona ein ákvörðun sem fróðlegast að staldra við, þú veist, þegar Björt Framtíð kom og var í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum og Viðreisn. Já.
og þetta leiðindamál þessa uppreist æru sem að er auðvitað undirliggjandi ekki skemmtilegi hlutir sko en þú veist svona kannski pólitískt vægi málsins var svona svolítið kannski ofmetið fannst mér sko en þú veist þá bara ákvörðun það að slíta ríkisstjórnarsamstarfi eins og ég skildi það eftir á bara basically tekin bara einhver svona Facebook grúppu Bjartar framtíðar á einu kvöldi sko. og það var alveg bara þú veist, það var einhverja lýsa sig var þetta ekki svolítið eitthvað bratt hjá okkur það voru komin bara til 40 komment eitthvað, það var alveg svona eitthvað það er alveg mál sko það var allir sammála sko og býtu, þetta er 2017 2018 og þá hefðu 2 ríkisstjórnir sprungið fram að því, eða ekki? Það var þannig að Panama og það var þannig að þegar Sigmundur Davíð var akkurat, það var 2016 og svo þá tók þessi við og liðið þetta ár eða eitthvað eða tæft ár eitthvað, þá gerist þetta og úrverður stöðuleika stjórnin þess vegna kemur stöðuleika stjórnin sko. Það er allt svona þetta er eitthvað viðbragð við einhverju öðru sko. Sko, ég var brjálaður þegar stöðuleika stjórnin var til eins og allir skjóðnir það var einhvern veginn svona brjálaður og mjög reyðir og eitthvað svona það var enginn eitthvað heimilið það var enginn eitthvað stjórnum en það var svona þetta kannski margir sem sáu eitthvað kost í þessu eftir áhyggja ég var svolítið þar sko skynsamlegt í einhverjum skilningi ég er þar eftir áhyggja sko en á þeim tíma alveg brjálaður en ég held sko að ég döð sér eftir VG af Alþingi en ég held sko að einmitt sko ekki bara það að vinna með Sjálfstæðisflokknum heldur líka það að vera stöðuleika flokkur svolítið vont fyrir róttækan vinstri flokk eða róttækan flokk almennt en svo líka merkilegt sko þeir verða mjög stórir hann 2017 og Katrín náttúrulega mjög einhvern veginn, hún var svona langt vinsælsti stjórnmálamaðurinn og eitthvað og svo 2021 sko lækkar fylgi það en þeir eru þó í þú veist, mann ekki svo tölu 10-11% eða eitthvað og svo er þetta sko ótrúlega dæmi að bara einu kjörtímabili bara hurrir út af þingi sko. Sýnir manni hvað það að gerast einhvern veginn hratt en þetta er líka, þú veist, þetta er ekki eins og án þess að alltaf hallmæla þeim, þetta er ekki eins og Píratar, þetta er ekki eins og Björt framtíð, þetta er establisheraðar flokkur með sögu og starfi Akkurat, einmitt, svona með alveg, þú veist, það er alveg landsfundur þar með einhverjum hundruðum allavega einhverjum hundruðum mættir og eitthvað þannig að þetta er alveg svolítið áhugavert sko, hvernig þetta einhvern veginn spilast og VG fer í þessa vegferð sem er svo erfið, kannski líka því við vorum að tala þessa samfélagsmiðla tíma þar sem að, þú veist, þolinn maður fyrir eitthvað að segja, herðu þetta tekur mörg skref sko að komast hingað ég vil komast núna og þú veist, þeir sem eru ekki með mér í því eru bara ekki með málinu sko og þú veist, þá svolítið erfið það sem að VG sko gerði alveg ef maður myndi vera að horfa á þetta þeirra sjónarhóli, þeir gerðu vel það að þeir voru bara mjög duglegir í að þú veist, fleygja sér á mál og stoppa mál og kunnuðu þetta bara mjög vel og þú veist, náðu mjög miklum árangri út frá síni sko, agendu og síni málefnaskrá og svona en fá náttúrulega líka einhvern veginn upp að þú veist, það verður þetta shift finnst mér á síðasta kjörtímabili að það verður eitthvað svona eins og vorum kannski aðeins að tala um það verður bara eitthvað svona pólar eða svona bara eins og tunnunin sé hvolft einhvern veginn í snýmsum málaflokkum, orkumálum fólk að vera rosalega pyrrað hvað það gengur hægt og einhvern veginn alltaf að kæra allt út og söður og eitthvað þú veist, það verður þessi viðsnúningur í útlendingamálum og svona þetta kannski bara þessi svona eins og varum að tala um bara allt í einu fyrir að vera svona einhver svona íhaldsbylgja sko og þeir svolítið sogast þarna onni sko og VG gerir líka, og ekki bara VG heldur svona, þú veist kannski svona, þú veist háskóla vinstrið gerir svona sömu mistök og demókratar gerðu 2000 upp úr Obama, þú veist, svona, það er allt í lagi þótt að álverin fari af því að við munum skapa önnur störf sem að þú veist, mér þætti persónulega þótt að álverin fari en ég skil mjög vel að þú vinnur hjá álveri og ert bara ánæður þar þá ert ekki tekað þú skorar ekki mörg stig en þú svona alien þetta svona þú veist 3000 manns bara instantly mjög hart gegn þig sko en það var líka mjög aðstöldi áhugavert sko það er margt áhugavert við vinstrið í dag því að ríkisstjórnin sem er núna hún er ekki með aðhald frá vinstri það er mjög merkilegt það er engin inn á þingi sem mun taka þann bolta sko og og svo er annað líka sko þetta spilaðist einhvern veginn sko að
hvernig flokkur fólksins í raun og veru, eins og ég lesi þetta alltaf sópar eða bara upp þarna, ég held að þú veist mikið af þessu fylgi einhvern veginn farið til þeirra og þeir gera það bara á þann hátt sko að þeir, þú veist, þetta er alltaf bara fólk sem bara þekkir mjög vel stöðu þeirra sem lítið hafa skilur, og þetta er bara þessi einfaldi lestur þú veist, það var verðbólga, það voru hái vextir og fyrir, millistéttin það þýðir eitthvað aðeins færri utanlandsferðir og ríka fólkið eitthvað ekki jafn mikið tekið gegn húsið og eitthvað en já, þeim sem, þú veist, eru virkilega illa sett eða svona, þú veist, það sem þetta er alveg bara á nulli kannski, skilur við mánaðamóti að þá, þú veist, ertu jafnvel bara í mínus eða þú veist, þetta verður virkilega erfitt og ég held að það sem þá vantaði að skilja sko að þetta fólk var að kjósa með veskinu í þeim skilningi að þú veist, þeirra flokkur fólk sem kom og var bara við ætlum að hækka þessa bætur og þessa og það var að tala við hópinn svo kom einhvern veginn vinstri grænir og þetta var, þú veist, mummi að tellja upp alltaf, þú veist, minnihlutahópana sem hann alltaf virða sérstaklega mikið og eitthvað og ég ekki að lítið úr því en þú veist, ég var bara svona mann eftir þessu auglýsingu, ég bara svona hugsa, wow, hvað þú ert á út ekki, sko, villum sem vallarhermingi út bara einhverjum allt önnum velli, sko, en leikurinn fer fram þetta er svona mannréttindi eru svolítið svona lágvaxtar topic Píratar lentu eða svolítið í þessu líka Píratar eða sóguðust bara svolítið inn í þetta og þú veist, ég er ekki að segja þetta eitthvað svona til þess að skjóta án, þú veist, bara auðvitað bara ég sjálfur, skilur, þegar vextirinn mín losnið og ég fór að borga tvöfalt meira þá fór ég að hugsa meira um mig bara af því að ég þurfti þess og ég þurfti að einhvern veginn að tekna þú veist, það er bara alltaf staðan þegar svona fer að kraum í þú veist, þessum málum sko, þá taka þau yfir það er bara einhvern veginn þannig og mér finnst svona vantaði aðeins einhvern veginn lesturinn þar sko, þó að ég veit ekki hversu svona ég háfum hafðar, það er haft að ég sé að greina eitthvað á vinstri kantinu, en þetta er svona alltaf blasti svona við mér sko, og það er alveg eins og segja, þetta er alveg svolítil, en vinstri grænir er búin að vera að þingi hvað síðan, 99 held ég, þetta er alveg þetta er svaka dæmi að þeir bara séu horfnir sko og svona er verkefnið að alltaf einhvern veginn að lifa án eiginlega neinna peningar heiti getur sko, án þá vantilega flokkskristu eða neins í 4 ár sko, þetta er töff sko. Já, ég held að ég sé að í síðasta þætti sem ég gaf þá var ég að spjalla við Svandísi og hún er bara mjög brött sko og náttúrulega ótrúlega kraftmikil kona og þú veist, eins og þú segir, þessi svona agenda sem að var mjög óvinsæl hjá mjög mörgum. Mér fannst frábært hvernig Jassan-málið var útfært. Mér fannst frábært hvernig hvalveiðarnar voru útfærðar, skilur og ég skil mjög vel að margir eru ósáttir með það, en það er bara svona, þetta er akkurat það sem ég vil sjá. Fullkomlega meðvitaðar að það er eitthvað svona, stjórnsýsla tvordæmi, bla bla bla, whatever. Það voru færi hvalir veittur og þessi strákur á Íslandi, það er það sem ég er að hugsa. En ég held einmitt sko að hljóta verður svolítið að reiða sig á bara eitthvað svona svakalegt vinn í sveitarstjórnarkosningum. Það er einhver stuðningur líka við sveitarstjórnarflokkana, eða ekki? Já, það er svona vonandi væntanlega séns þeirra sko. En þetta er svo merkilegt eins og segir sko, því að þetta er það var alltaf svona pínu lítill sko, nokkra daga bardagi í menningarstríðinu voru oft þessi mál sem komu upp svona einmitt tengt þessum hælisleitendum sko. Og það var svona það var oft merkilegt hvernig það fór sko, og svona ég held að þú veist, svo fyndið hvernig sko, því að manni fannst framan af lengi var svolítið mikil samúð í þessum málaflokki sko. En svo eitthvað, þetta er svolítið svona merkilegt fyrirbæri, svo bara einhvern veginn, þú veist, það verður eitthvað, þú veist, þetta er vist mikill fjöldi og þetta er svona einhvern veginn vist mikið og það fylgja bara áskoranir og þetta svona, þú veist, tógar í sko með mörg öru og bara svona, manni fannst bara allt í einu bara breyttist þetta mjög hratt sko alveg bara og þú veist, og svona þess vegna kom mér aftur, ég hef ekki verið að ræða þennan strák sem á allt gott skilið sko, en kom mér svolítið óvart að sjá enn eitt snúningin í því sko, skilur þannig að þetta er svona. En þetta er náttúrulega bara málaflokkur líka sem er bara, þú veist, er hérna Evrópu þjóðurnar allar að klóra sér mikið í kollinum sko. Veit, þú veist, hérna vera að finna einhverja nýja hugsun í þessu sko. Af því þetta er svo áhugaverð, ég þekki hann svolítið að ég var
ég tók að mig það skemmtilega verkefni að vera í kærunefnd útlendingamála í nokkur ár það er svona að þú vilt vera að tagga röglega á Facebook það skemmtilegt sko og svona þannig ég svo sem alveg sett mig ágætlega inn í þennan málaflokk sko þetta er svona líka svo áhugavert sko af því að hérna svona þetta er einmitt spurningin sko hvernig látum við gott á okkur leiða sko. Það er grunnspurningin það held ég held að Íslendingar ef maður bara byrjar á þeim punkti við viljum vera það við viljum bara gestir sem þjóð og hjálpsam þjóð en hérna við erum líka svona leið og það fyrir einhvern veginn að vakna upp einhver tilfinning að einhver sé svona ljótt að segja svona nýta sér gestir sinna eða ganga eitthvað að lægið sko þá erum við held ég líka alltaf fljóta svona aðeins að fara að hnykkla brýnnar sko þannig að þú veist, en þetta er endalaus að ræða þetta marga hérna þætti sko en hérna ég held sko, þú veist, ég er alveg sammálaður þetta gerðist bara á einni nóttu einhvern veginn að þessi svakalegi viðsnúningur það sem fer hins var rosalega tauganar á mér við nýja hægrið er og það sem maður myndi kannski kalla þá bara allt rætt er að það er alltaf látið eins og það hafi ekki mátt tala þetta ég er alveg ósammála því ég hlustaði á viðtal á Rauðaborðið þar sem þið voru að tala útlendingamál það voru hann var vissulega sko 2-1 þannig að hann var örugglega óþægilega hann Ólafur Arnarsson heitir hann það ekki viðreisnarmaður og á eyjunni María Lilja Þrastardóttir og einhver á heimildinni sem aðeins stóluð mér hvað heitir og þau voru ósamálunum eitthvað mjög fundamental í útlendingamálum viðbröðin voru, það má ekki tala um þetta það má ekki tala um þetta, þú heyrir það má ekki tala um þetta og þau voru að tala um þetta þau voru ósamálunum, þau voru kannski hvöss en það er umræða oft Akkurat, þetta er svona einhver sko núans, þú veist, eitt er bara umræða og hún eins og segir, hún þarf að geta verið hvöss og tekist á sko, en svo er svona, svo er einhver svona tíðaranda vindur sem er kannski erfitt að lýsa eða skilgreina mjög nákvæmlega sko, sem er svona, þú veist, allir einhvern veginn samt svona að reyna að lesa sko, og ég held að hann, ég ætlum ekki að fara að reyna að túlka orð Ólaf sko, en þú veist, það sem manni fannst kannski síðustu köflum var að það var svona ansi stutt kannski í stimpla, og hérna og það er kannski það sem var svona einhvern veginn þú veist, svona stóð þessu málaflokki aðeins fyrir þrifum en auðvitað þarf að passa sig, þú veist, hvernig talaði hlutina og mér finnst þetta svolítið sko þetta er svona stunduð svona íslensk sko, það er mjög lítið fáir sem hafa sér frammi lengi og kannski ótt af einhverja stimplun svo er lokið tekið af sko og þá er maður alltaf bara fann að horfa á einhverja bara það skal ekki segja þetta sko þú veist hvað ég meina bara alltaf þú ekki komið með eitthvað svona ég vil aðeins endur skoða kerfið og komið með eitthvað sem bara er að segja einhverja hluti sem ég vil ekki hafa eftir hérna sko og það er svona, það er líka einmitt þess að þú segir sko eins og maður sér hann út í Bandaríkjunum sem er þessi svona en aftur, við vorum að tala um hvernig Bandaríkin, þú veist, þrátt fyrir allt sko hafa þau staðið mest við baki Úkraínu, þrátt fyrir allt með mestu þróunarstuna og þrátt fyrir allt sko er Bandaríkin alltaf með sko allir fleiri umsóknir hæli heldur en Evrópa samanlagt sko. Þetta bara, það er alveg svakalegt innstreymi. Þetta fokkar upp einu sem ég heyrði daginn sem var að Evrópa sé að díla við flóttavandan sem að Amerika skóp. En það þókkur einlega bara... Já, það er eflust hægt að fara í einhverja svona miklar geopolítiska pælingar það er alveg punktur sko, en þú veist, bara innstreymið er mjög mikið og þeir hafa náttúrulega, þú veist, verið þannig mjög lengi og þú veist, þeirra hérna, og ég meina, það er mikill fjölda fólki sem er ekki með alveg, sko, grunnleifið upp á 10 í Bandaríkjunum og allt þetta, sko, þannig að þú veist, þeir hafa verið að díla þetta, en þetta er svo fyndið, sko, eins og þarna þessi svona kamp sem verður til kringum Trump sko, þetta er annars vegar hérna Make America Great Again sem að vilja held ég bara eða basically enga útlendinga og maður getur síðan stimplað þá skoðunni sem maður vill ýmislegt að kemur bygg svo ertum með Elon Musk sem að er eitthvað svona við erum að takmarka þetta og taka á hérna þú veist að við ráðum ekki við það er að koma alltaf mikið hérna eitthvað en það var alltaf mjög fyndin sko hérna eitthvað friksjón á milli þessara hópa sko því að Elon Musk segir svo viljum við alltaf laða að sko velmenntaða sérfræðinga það er bara mjög mikilvægt fyrir hérna
alla nýsköpun en Make America Great Again, þú veist, hverjarnir segja það, nei, þeim ekki heldur koma það engir útlendingar, alveg sama hversu vel menntaðir þeir eru, sko. Þetta svolítið svona, þetta svolítið fyndið, en þetta þú veist, ég veit ekki, einhverju stóru samingi, menn þetta eitthvað sem á líka eftir að sko, held ég fari í einhverja dálítið breytingar, sko, þú veist, ég persónulega held að, sko, þetta hæliskerfi sem við höfum haft þú veist, það mjög mikið sótt í það, ef maður skoða svona demografí sem við langan tíma, þú veist, þetta hlutföð, ég ætla ekki að fara að segja ykkur á prósentur, þá getur einhver leiðrétt mann, en þú veist, mjög stór hluti þú veist, ungir kallmenn, skilur og úr haustur jafnvel og þú veist, komnir langa leið og búnir að reyna margt, sko, kannski banka upp á í nokkrum stöðum og svona og þú veist, og það alveg svona, þú veist, fyrir fljótur fyrir að skoða svona stærðirnar í þess að sjá, þú veist, já, þetta kannski, ef við förum í grunnpælingunum í kerfinu að þú ert að leita þér að hæli, sko, þú ert offsóttur í heimaríki, sem náttúrulega bara í grunnpælinginu því sem gerðist fyrir gyðinga í Evrópu og menn ætlaði að passa með sáttmálanum sem að gerður þarna flóttamannasamningin, að þú ert ansi langt frá því, sko. En þú ert vissulega komin langt að og þú veist, ég get ekki farið til heimalandsins og unni vinnuna þína, sko. Ég myndi ekki sætta mig við það, skilur. Þú veist, maður getur tekið einhverja svona pælingu, en þú veist, þetta á endanum þurfum við einhvern veginn að svona átta okkur á, og svo náttúrulega þú veist, kerfin eru dýr og þau eru þung og allt þetta, og það svona líka orðið spurningin, sko, þú veist, sem kemur mér ekkert persónulega óvart að myndi kannski þróast svolítið á næsta árum að þetta verði meira kannski, þú veist, að verði minna þú veist, þessa aðferð, fólk komi og ég hérna, hvað þarf ég að segja, já, ég var fyrir ofsóknum. Já, getur þú sagt þína sögu? Já, þú veist, eitthvað, skilur og aftur ég ekki að alhafa neitt, en þú veist, í sumum tilvikum þetta satt, en í mörgum tilvikum bara með að við neitunan hlutfall og svona fæst þetta ekki staðist. Og náttúrulega líka bara svo þessi sagt, þú veist, stærst hlutfall actual flóttamanna eru líka ungir kallar af því að ferðin hættuleg og allt það. Alveg rétt, þetta alveg rétt. Og þeir eru settir í herþjónustu líka og gerum ekki lítið úr því, sko. Já, bara, ég ekki að stimpla þig neitt, ég vildi bara Ertu með stimpilinn? En ég veist það alveg rétt sem þú segir, sko, bara, en ég veit líka hverju mínu hlustendur eru. Já, nákvæmlega. Þau eru bara að tala við sinn hóp, sko. En ég bara að segja, sko, en þú veist, það sem að kannski kæma móti líka, þú veist, að því að það einhvern veginn rosa svona turbulent times alltaf í heiminum, það bara ógeðslega mikið í gangi og að þetta sé það kannski freka þannig við getum stíið inn í þú veist, það sem svona alveg brýn neyð og bara gert kannski vel þar og þetta Ísland aldrei einhver stóri playerin í þessu en þú veist, ég held að Evrópa kannski eigi svolítið eftir að hugsa þetta svona líka við viljum, ég meina, eða þú veist, eins og bara dæmin hafa verið, ég meina, Úkraína eitt, Gaza eitt þú veist, Sýrland, skilur það sem bara Afganistan núna eftir að Talibanir tóku við það sem bara, þú veist, það ekki að hugsa þetta eitthvað lengi, bara fólk konur í Afganistan eru bara í hættu þeir sem ekki Talibanir í Afganistan eru bara í hættu þetta ekki eitthvað svona þú færið ekki framgang í starfi þú ert bara í svona lífshættu skilur og við þurfum ekki að velta þessu mikið fyrir okkur og geta, þú veist, tekið svoleiðis svona kúfa og gert það vel skilur, frekar en kannski að vera, þú veist, að því að svo líka, svo fyndið þetta kerfið, þú veist, að fólk ílengist og þetta þú veist, einhvern veginn svona, þetta tógar í á ýmsum köntum, sko. Sko, tíminn alveg að búin. Já. En samt ætla ég að spyrja það mjög einfaldra spurningar. Sko, hvað það sem að, þú veist, það einhver stoppur í kerfinu eða það eitthvað svona það eitthvað stoppur í kerfinu eða það bara eitthvað svona hugmyndafræðilegt heldur sem að það sem ég hef hugsað oft eitthvað svona náttúrulega Argentínumanna dæmið var algjörlega fucked up framkvæmt frá upphafi til enda það sem að Venezuela það sem að útlendingastofnun býður þeim öllum og síðan allt inn í lokað og bla 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 sammála því en þú veist, fólk kemur hingað á rétt á hæli eða ekki en þetta kannski bara mjög gjarnan bara gott fólk sem við myndum alveg vilja fá inn í samfélagið okkar, þú veist, heldur betur atvinnuleyfi, þú veist, og það það sem ég bókstaflega skil ekki að sé ekki einhvern veginn svona lausnin sem oftar gripið til. Frábær punktur, ég ofta hugsa það, en vandinn í þessu sá að þarna við höfum í raun og verulega svona sett upp með öllum Evrópuríkjunum svona girðingu í kringum Evrópu og uppalega var þetta bara
gömlu góða Evrópuríkin, en svo náttúrulega var Austur-Evrópan tekin inn, sko. Já. Og vinnumarkaðan í okkur virkar þannig að þú vilt segjum við sést frá Albaníu. Já. Sem land sem ekki langt frá okkur en ekki innan við girðinguna þessa, sko. Og þú segir, mér langar að, koma til Íslands og mér langar að standa mig vel og mér spreita mig. Já. Þú ert í alveg svakalega erfiðri stöðu að fá atvinnuleyfi. Já. Vegna þess að það alls konar svona skrýtnar og sérkennilega forgangsreglur það að allir frá EES-svæðinu hafa automatist forgang. Ef það þarf að ráða einhvern utan við EES-girðinguna, við tölum þannig, þá þarf þetta að auglýsa fyrst á öllu EES-svæðinu. Þetta allt einhvern veginn verið miklu þyngra og flóknar í vöfum. Þá náttúrulega þess vegna gerist það stundum. Einhver segir, heyrðu, ég nú þetta bara, whatever, ég bara fer. Já. Og þegar þú kemur til landsins þá náttúrulega ef þú ætlar að koma einhvern veginn í atvinnu þarf það að vera með pappírinn að klára þegar þú lendir. En ef þú segir ég er að sækja hæli þá ber okkur að vista eða svona setja reddaðir húsnæði og öllu. Þannig að það þetta, mjög blasir við svo freisting að segja ég kem þannig. Já. Og svo vinn ég á meðan og byrja kannski að vinna bara svart eða eitthvað staðar eða eitthvað, whatever. Og sannarlega held ég að það sé bara reynslan almennt að þetta fólk bara er hörkuduglegt og stendur sér vel. Já. Og þannig var nú allavega það sem ég hef heyrt þennan hóp frá Venezuela sem dæmi sem kom í það, bara fólk lít mjög vel af þeim. En það sem að því miður í þessu það að þetta smá svona allt í einhver bakdyr, sko, skilur við, á þetta. Og spurningin sem að, það maður þarf að svara sko, kannski spurningin að fara einhvern veginn að rúna þessi kerfi tvö einhvern veginn meira saman, skilur. Já, akkurat. Að það að einhver komi frá landi meira aðeins fjarlægar okkur og vilji vinna og standa sig, mér finnst það bara stórkostlega pæling. Og bara komdu fagnandi og ég meina fullt af fólki og maður þarf ekki að fara hana en á byggingasvæði eða veitingastæði eða hótel eða eitthvað og það fannst mér enda að vera einhverjum tímafóti svona alveg frábær punktur sem Dagur Hjartarson rithöfundur kom með. Ljóð sem heit útlendingavandamálið. Það var ekki að fara að muna eftir á en það var er útlendingavandamálið, manneskjan sem lætur mig fá kaffi mitt eða skyndi barninu mínu eða eitthvað svona, skilur. Og þetta alveg rétt og við höfum þetta að passa líka, það finnst mér þó að mér finnst ágætt að umræðan svona losnaður einhverjum viðjum. Svona, hversu langt hún fer finnst við verðum að stoppa því að tróðin ekki beint í hitt horni bara og læsa. Já, tróðin ekki beint í hitt horni því að ég meina, útlendingar bara eru með alveg ótrúlega mikilvægt hlutverk á Íslandi og þeir eru að vinna störf sem við myndum sennilega ekki fást til að vinna. Og þeir eru gríðarlega mikilvægir í öllu þessu sem að við raunverum fann að telli okkur dálítið, finnast dálítið, bara, hvernig maður að segja, við eiga rétt á, sem bara ákveðin lífskjör og lífsgæði og allt þetta. Og við þurfum svolítið að passa, sko, setja ekki útlendingu undir einhvern hatt eða eitthvað svona, skilur, og ég meina, bara þetta er fyrir mér manneskja sem kemur og stendur sér vel, ég meina, auðvitað á hún bara eitthvað sess hér. Og þetta er svona, ef maður myndi hugsa einhver svona vestræn gildi, þá finnst mér þetta er akkurat vera það. Nákvæmlega. Og líka þessi umræða, sko, ég minnst alveg mjög, sorry, ég verið að halda þér ég er nú sjálfur að halda sjálfur mér Já, þú ert ekki að halda mér, ég er bara sem þig, sko. Bara eitt punktur, sko, í þessu líka, sem er þessi umræða sem er líka mjög þörf á mörgum hátt sem tungumálið, sko. Já. Sem að ég bara maður er algjörlega sammála og bara verandi alandu börn, þú veist, maður veit bara hvernig það er bara afreka, bara átaka að halda þeim, sko, talandi á íslensku, sko, með þessi tæki og allt þetta dót. En mér hefur fundist svolítið ómanglegt, sko, að vera einhvern veginn að klína því á útlendinga að þú veist þessi típa að geta ekki fengið afgreiðslu á íslensku á kaffihúsi eða eitthvað. Já. Ok, skulum kannski ekki fara að tekna það upp í eitthvað stórkostlegt vandamál, sko. Þú veist, þetta er bara manneskja sem kom og þú veist, það vantaði starf og hún, þú veist, er að starfa og þetta leysist alltaf. Þú fékkst alveg örugglega kaffibólla þinn, sko. Já, einmitt. Það var líka, ég ætla ekki að segja hvað það er af því ég vil ekki vera ég las pistil að sem var einhver svona, ég þurfti að taka leigu, þetta var ekki nýræð manneskja. Þetta var bara maður á besta aldri að segja, ég þurfti að taka leigubíl og hann gat ekki tala íslensku við mig og mér fannst ég vera óöruggur. Og ég bara, nei, þér leið aldrei eins og er óöruggur. Það er bara, þú veist, ég þekki hann mann ekki persónulega en ég lofa þér, þetta kjaftaði, þér leið ekki eins og þér fannst þetta pirrandi. Það er ekki það sama. Og líka ég held að stór meira hluta þeirra sem ætla að koma ekki sem farandsorka fólk vill læra tungumálið, þú veist, það er bara
þú veist, ég hef enga tölfræði fyrir því en bara mín tilfinning. Já, og þú veist, og það þarf bara að vera opið fyrir þá sem vilja það. Og við höfum líka að skilja sko, sem ekkit að því að þú veist, margir koma hérna frá löndum þar sem að þú veist, hérna kaupmáttur minni og þú vilt bara taka 1, 2, 3 ár hérna og vinna og þú veist kannski svoleiðis manneskja með, þú veist, kemur með það hugafar og það ekkit að því, þú veist, hann er kannski ekki að mæta á þorrablótið eða gefa kost á sér eitthvað alls konar hluti, það allt í lagi en einhverjir breyta sér kúrs á leiðinni og eitthvað svona, þetta þarf alltaf að vera opið bara að því gefnum finnst mér að fólk, þú veist, standi sig og að við séum ekki einhvern veginn, þetta er bara eitthvað eins og í svo mörgu, þetta er eitthvað jafnvægi, við viljum ekki sitja uppi með einhverja vandræðagemsa sem að komu hérna ljóslega einhvern veginn undir fölsku flaggi og allir það bara þetta er einhverjum afbrotum með eitthvað og þú þurfum alltaf að geta tekið á svoleiðis málum en þú veist, það er sára lítill minnihluti og við verum einhvern veginn að hafa baka ég meina langt flesti sem er að koma hérna eru bara gengur gott til og eru bara að reyna þú veist, hérna leggja mörkum hér sko og líka kannski, þú veist, núna getur ég algjörlega að tala raskatinn á mér, þú veist, fólk að þau sem að maður skilur þau sem að gengur gott til og er að misnota kerfið eða skilur sem að koma engað sem að eru kannski ekki undir ofsóknum lifa hörmulegu lífi í sínu landi og það er einfaldar að komast inn sem hælisleitandi heldur en að sækja atvinnuleyfi frá Albaníu. Já, sko, þetta er bara hérna, eins og Kaninn kallar því að nú tala Bandaríkjunum með the pursuit of happiness sko, þetta er bara hérna, þú veist, og er ekki, þú veist, er bara mannlegt og eðlilegt, ég er alveg sammála því en við þurfum bara að hafa, þú veist, kerfið sem virkar en er með svona, þú veist, þetta sé rétt stilt en þetta er svona, eins og þú segir, þetta er náttúrulega sem við vorum að tala með þessa girðingu og atvinnulegin þetta er rísamál og eitthvað sem að væri, þú veist, og þetta varpar upp alls konar, ég menna ef að segjum við færum að geta flutt inn hérna mikið að vinnuafli kannski frá mjög fátækum löndum sko verður freisting að borga í lág laun eða koma illa fram með eitthvað svona það er náttúrulega alls konar svona issue sem kom inn í þetta en þetta er fyrir mér sko þú veist, er stórt mál sko og hérna væri hvernig svo sem, þú veist, menn leysa þetta ég ætla ekki að segja það sé eitthvað einfalt sko en þetta er það sem þarf held ég að verða það er svona svolítið ný hugsun í þetta sko Já, einmitt Ertu með eitthvað vandamál sem þetta ég leysi? Já ég er með, sko, svo við kannski jartengjum þetta aðeins, ég er með eitt bara hérna sko ég er með eitt bara hérna að því að dóttir mín á afmæli í dag sko Já, einmitt 17 ára vera 17 sko Já. Og hérna, og ég er sem sagt með það fyrir frammi sko að hún er búin að fá það í gegn að það verður partí heima á laugardag Ok og hérna systkinin að fara í pössun og eitthvað svona og hérna kona mín er erlendis og ég er með það vandamála ég þarf einhvern veginn sko hvernig á ég að spila þetta kvöld sko ég er í svona þú veist á ég að vera heima og auðvitað láta lítið fara fyrir mér á ég að fara eitthvað út og taka sénsinn sko þetta er svona, maður vil náttúrulega alls ekki vera hallaræslegi pabbinn svo vil maður heldur ekki vera pabbinn sko þegar ef eitthvað fer í fokk sko hvað hérna, þú veist Sko í fyrsta lag, í hvaða menntaskóla er hún? Hún er í Vestló Hún er í Vestló, ok, það er erfiðar en MR Ég hef ekki miklu ákveðs MR, nei Já, ef þetta væri MH þá myndi ég segja að þú ert heima ég var þar í menntaskóla Vestló það er svona, getur bröðið til begge vona Sko, það sem ég myndi gera er að fara út ekki vera lengi úti en heldur ekki segja hvenær þú kemur heim og líka, þú veist þú býr út á Nesi, veit ég kíkja á Rauða ljónið koma heim af því þú glemdir einhverju og maður má vera óþægilega við börnin sín gera það á einhverjum random tímapunkti og koma síðan heim kannski svona 11:30 eða eitthvað þannig að ferðu út klukkan 7 ég hrifin að þú hendir inn óvissufaktor þar sem að ég er ekki alveg fyrirsjáanlegur Þannig að það þurfa allir að vera í góðu formi. Já, bara svona, hann getur komið hvenær, þetta er svona orwellist. Einmitt. Þetta er mjög gott sko, ég fekk að halda partí þegar ég var í fyrsta ári í menntaskóla og þá samtíðin við foreldrar mín og bróðar mín að þau fara í bíó
og það var einhver, ef þau fóru þá í bíó, þegar einhvern veginn svona aldrei verið hægt að fá það beint upp úr þeim sko, það var mjög stutt bíóferð, en svo komið heim og þá var mjög þarftuð komu sko, þó maður væri náttúrulega glata þessu komið, það var ekki svona kannski skuttlar henni heim, það voru alveg svona nokkur verkefni sem var fínt að fólkið í. Ég fekk aldrei að halda eftirlitspartí og ég er líka alkoholisti þannig að það var bara þeir sáu þetta mjög snömm þeir bara um leið og lögreglun kyrði mig heim og þau komist að vera byrjar að drekka þá held ég að þið sáu þessi ætti ekki að vera í klasi. Er eitthvað sem þú vilt vita mig áður en við slúttum þessu? Já, það er svona en þið ber engin skylda til að sjálfsögðu? Nei, já, ég er bara svona, ég er ímyndilegt sem ég verið til að vita þig, sko. En fyrst þurfum við að vera svona pólitísku nota, sko. Já. Það var einhver að segja mér að hann var að vinna fyrir eitthvað svona umdeilt batteri, sko, og fékk eitthvað svona ráðgjafa að til að koma á, það var akkur hatt okkur allir. Ok. Og ég þannig að fá ekki að segja hvaða batteri þetta var. Nei. En mér langar ekki, ég ætla kannski ekki að spyrja þannig, en svona ef ég mætti spyrja það bara út frá þessari umræðu í þættinum sko. Já. Þú veist, og þú veist þetta flotta listaháskóla element og svona og við erum í mjög menningarlegu húsnæði og allt þetta. Já. En ef ég mætti spyrja það fyrir bara svona forréttindstækir sko, hvar þú veist, hvað þyrfti til að koma allir að þú myndir kjósa Sjálfstæðisflokkinn? Sko, ég get sagt þér það að þetta er fyrst sem ég segi opinberlega að ég kjósi Sjálfstæðisflokkinn í borginni til dæmis þyrfti ekkert mjög mikið að koma til. Það sem að kom í veg fyrir það alltaf með síðast er bara listin er ferlegur. Sko mér finnst, og þetta gæti verið rangt hjá mér ósanngjarnt, mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn aldrei hafa ærlega gert upp sinn hlut á hruninu. Já. Mér finnst það eru ákveðnir aðilar svona, kannski svona það sem svona ákveðnir hundar nafnum minn upp í hádegismóum Brynjar Níelsson sem er orðinn dómari sem mér þykir sko fá mikið pláss með því að vera búljar sem að á sjálfsagt við alla flokka en í sögulegu samhengi þá er Sjálfstæðisflokkurinn alltaf fyrir mest í töðunar á mér í því stóra sögulega samhengi það er hins vegar að breytast sko. Ég er búin að mýkjast svakalega gagnvart flest allri pólitík. Ég held að kom, einmitt, þú veist, maður bara ég tengi þetta sjálfur bara komið dans úr annarri átt, sko. Já. Að maður svona fer í gegn tímabila sem að þetta er mjög skýrt í huga manns. Já. Og maður svona hefur lítinn tolerans fyrir svona einhverjum núansum, sko. Já. Og svo einhvern veginn kannski, þú veist, svona bara með einhverju lífsreynslu fyrir að vera maður átt að segja, allar að gera þetta besta svona in a way og svo gera hlutir og eitthvað svona. En þetta er nefnilega áhört með þess að sko, nefnilega svona, oft svona fyrirferðarmikli karakterar, notum góð orðin. Nei, þú veist, ég meinti hundar ekki niðrandi, svo það sé sagt, ég er ekki að kalla á hunda eins og... Nei, ég skil þig, sko, en þetta er einmitt eitt sem að mér hefur oft aðstæð sko við vinstrið, sem er að þeir eiga marga svona gaura. Já. Sem eru ekkert endilega alltaf alveg í einhverjum ákveðnum flokki en þeir eru svona stundum í þessum flokki og stundum í þessum og stundum ekki í flokki eitthvað og þeir eru, það sem er vinstri alltaf finnst mér mjög gott í ef ég kannski tek boltan á lofti og svona spegla hérna áttina sko að þeir þeir ná að vera, finnst mér stundum í svona umræðu sem er einmitt bara svolítið, þú veist, þegar ég bara, þú leikur ekki og þeir eru fáiðar og eitthvað svona, en með svona mjög gáfulegan hatt, sko. Já. Jafnvel fræðilegan, sko. Já, sem að er sko líka einn af föllum vinstrisins hvað við þurfum alltaf að vera fræðileg. Já, það er svona, það er kostur og gallar, en maður er stundum, ég ætla bara að viðurkenna sem hægri maður er stundum bara, wow, skilur bara hvað þetta er vel spilað sko að bara þessi aðilega eitthvað, ég er ekki með þetta sérstaklega í huga bara svona komi bara svona sé bara droppandi sko pólitísku stungum sko og það bara takk kærlega fyrir að gefa okkur þessa fræðilegu greið það bara
það var ekki fræðileg greining sko, það var ekki fræðileg greining en það er svona það er viss svona touch sko í því. Það er tvennt annað sem ég var að rifja upp. Ég fór á heimsótti alla flokka fyrir utan miðflokk og flokk fólksins í aðdraganda síðustu kosninga. Spjallaði Villa Árna og aðeins við Diljá mist í Sjálfstæðisflokknum þegar ég rambaði hann á þá kosningamiðstöð. Mér þykir menningarstefna Sjálfstæðisflokksins vera of óskýr fyrir minn smekk. Og mér þykir vera svona, þegar ég hef talað við þau, þegar ég hef heyrt marga frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins tala, vera fundamental misskilningur á því hvað listamannalaun eru. Ég vil vita hvað Sjálfstæðisflokkurinn vill gera fyrir RÚV. Ég vil vita hvað Sjálfstæðisflokkurinn sér fyrir sér í Þjóðleikhúsi, Sinfóníu, etc. Kvikmyndasjóði. Af því að það er bara mál sem ég tel varða með þótt ég sé löngu hættur að segja listamannalaun og ég er bara svona mitt hobby horse. Já, þessi umræðan listamannalaun er eitthvað svona, hún er eitthvað. Mér fannst þetta svolítið fyndið þetta kom síðast sko, að þá var það eiginlega meira frá einhvern veginn listamannunum sjálfum og það virðist það er alveg svona side bet í þessu sko listamannalauna dæmi sem er ósátti listamenn sko innbyrðis og þú veist, akkur fær þessi og ekki ég og ég gerði þetta og þetta er ekki neitt og eitthvað svona og þetta er svona, ég veit ekki bara sko hvort það væri bara fyrir utan allir hafa sína skoðuna og svo allt það en hvort þetta sé orðin bara svona málhók sem þurfi bara svona aðeins að þú veist, bara endur, eða þú veist, bara hvort það bara, þó var ekki nema bara kallið þetta eitthvað annað Já, rýbrand væri mjög gott Þetta er orðið bara, maður er bara að byrja að titra allt í liðunum, sko, fattar maður akkur er maður svona spenntur, að koma umræðan listamann Einmitt, leiðilegast umræði í heimi Já, það er bara svona kemur hverju ári og Og ég er alls ekki að segja, sko, að allir þeir sem eru að töðum þetta í kommentarkerfinu séu sjálfstæðismenn, mér finnst bara þegar ég hef talað við sjálfstæðismenn listamannalaun sem ég tel persónulega vera mjög mikilvæg, ég skil gagnrýna að ég séu það ekki, þá ég hef ekki fundið fyrir skilningi á því hvað þetta er eða einhverju svona stefnum hvað ætla að gera og ég skil það enda líka alveg þegar maður er að hugsa hagkerfið, þjóðhagkerfið að maður sé ekki að tala 400 eða 500 milljónir Nei, það er eitthvað einn punktur í þessu þetta er ekki neina svaka fjárhæðir ekki eins og eitthvað setji hlutina á hliðina sko en þetta er merkilegt en þú veist, það sem alltaf hefur maður er bara sjálfur lært og þú veist, margir vinir mínir og fólk sem ég þekki vel starfa sem er alveg bara beint við menningu og það er ykkur sem tengjast þessu og ég meina þetta er náttúrulega þetta er náttúrulega bara alveg gríðarlega verðmætt skilur, þetta er náttúrulega bara eitthvað svona þú veist, karakter á þjóðfélagi skilur og en líka, þú veist, ef maður vilja setja peningamælikvarðan á hann líka þar, skilur ég meina þetta býr til margt fyrir okkur og og þú veist, og allt það þannig að, nei, ég skil hvað það meinar, en það er einmitt svona það hafa kannski verið svona gagnrýnisraddir og svo kannski er það sem stundum gerist er að sko, það vantar líka bara hver er stefnan, skilur þú veist, þannig að það er mér finnst alveg góður punktur, sko, en þetta hefur verið svona ég held að hann alveg margt verið, þú veist, þetta er minna umdelt held ég kannski stundum er látið, sko, skilur og ég held nú að, þú veist, alveg, þú veist, það sé nú þrátt fyrir allt mikill stuðningur, sko, við þetta, en ég skil alveg hvað meinar, þetta er svona klassíst, sko, til að karpa þessum, sko. Já. Heyrðu, ég hef ekki bara að segja þetta gott, eða? Geggjað, heyrðu, bara takk fyrir skemmtilegt spjall. Já, sömuleiðis, þetta er Stefán, ég ætla að gera fleiri þætti. Heyrðu, þetta ekki bara,